Það 11. apríl og þetta síðasti þáttur okkar fyrir páska. Ég veit að núna fá margir sjokk í það ekki að föstudagen langa, vinnu allt gætir ykkar. Við vorum beðnir að taka frí. Já. Það búið bara please strákar, ekki vera einir páskana. Já. Takið þið frí. Og forstjórinn labbaði inn í þetta samtal og sagði drengir, þið takið frí páskana og hafið það kósi og við bara, já, ok. Við erum með fjölskyldu og vinum. Já, og fjölskyldan, hún hefur svolítið setið á hakanum hjá okkur upp á síðkasti, þannig að við ákveðum að verða bara þessari bón frá forstjórunum og við erum í frí í næsta föstudag. En enda þátturinn í dag rosalegur. Þetta bara páskaþátturinn. Þetta páskaþáttur. Það líka sko, það komið páskagýr í fólk. Já. Maður finnur það. Páskandi byrja svona, ekki hægt að segja þið byrja á miðvikudagina því að frí á 50 þá skýrdagur. Þeir byrja sem í dag sko. Já. Þetta sko. Þetta svona helgin sem var svona leiðir inn í páskuna. King Robby voru að fara, takk fyrir okkur Robby. Takk fyrir Robby, út frábær. Það var að fylla hérna kælinn okkar að páskaðunni. Það er páskabjór. Besti starfsmaður Ölgerðarnar bara frá upphafi held í sveimið þá hann svakalegur. Þetta svo mikill toppmaður sko. Já. Og ef Andri forstjóri Ölgerðarnar hlusta þá Robby skilið launa. Skrúan upp. Hann var að mæta þarna drengir með páska, öl og appelsín og þetta sko, það mikið af fólki sem að bíða sko bara allt árið eftir þessu. Eftir páskabjórn? Já. Þetta svona eins og jólabjórn eða? Nei, páska, öl og appelsín, þetta er ekki áfengt sko. Nú, ég held að það var eitthvað bjór. Nei, þetta er bara svona eins og að fá sér jólaöl. En af hverju ekki verið með páskaöl sem bara bíl? Það er páskabjór. Hann er páska sko, mér líður pínu svona eins og í myndbandinu þegar við vorum að gera ég fyrir á þjóðhátíð, ég búið með 20 kassa af þessu sulli. Verði að drekka eitthvað óáfengt. Já, þetta er sko málega páskaölið, þetta er eins og þú veist, jólaöl. Já, malt og appelsín. Malt og appelsín og allt þetta dæmi. Já, ég veist ekki að þetta var eitthvað, ég held að þetta var eitthvað páskabjörn. Nei, málega að þetta er svolítið svona framlegging á þegar fólk er svona, djöfull væri ég til í gamla góða, þá mæti páskaöl. Það er margir sem býður þessu. Það komið svona páskagýr, sko við erum náttúrulega með páskabingo á sunnudaginn. Þannig að kannski er það ástæðan fyrir að við erum komin í svona meiri páskagýr heldur en, já, hinn hefðbundi hlustandi. Þú hefur líka alltaf verið páskakall. Út af apríl maður. Já, páskakall. Apríl er að delivera. Já. Blikarnir tóku þína menn. Er það delivering? Nei, ég bara segja að besta deildin er byrjuð. Af því að, veist, hún var ekki byrjuð í síðasta hætti. Og Tindastóll eru konur í undanúrslit í körfunni. Alvöru statement sigur þar í gær. Það er bara einhvern veginn allt í gangi. Mistaradeildin er fullum gangi. United drullaði í gær eða Nana drullaði. Grindavík tók Þú getur hort á íþróttir alla daga núna. Ég sá ekki þegar hann drullaði. Ég var á Brókarlands sem endaði í Linner. Þannig að ég misti af skeita hann alveg, skeita hann vel. Já, hann skeit vel. Það er bara maður fann að sakna þetta geða. Það er ekkert flott með það. Saknast? Og þá er mikið svo, nei, samt var ekki þetta geða bara allt í lagi. Hjöppi er einhvern veginn búin að smita manna að það er einhver auðmikið. Skeita á til sko. Ég veit ekki hvað er að tala um. Nei, þetta er kínmerska fyrir þig. En svo er líka, við erum í ekstra miklum gýr drengiti því að það var risa tilkynning í dag. Hjá okkur bræðrum, 3 gýr að Birnir verður með okkur í höllinni 31. maí þegar ferming F95 blöð fer fram og það er ekkert hægt að vera með mikið stærra sæning í dag. He's so hot right now. Lænum það verður betra og betra, þetta er alveg lýgilegt. Ég get sagt hvað drengir að það er ekki, hann á 2 vinsælustu löglandsins. Það verður ekki hægt að finna gig með betra line-upi á þessu verði. Bara í heimum. Það er ekki hægt. Svo má ekki gleyma því að það er stærsta tilkynningin fyrir utan að sjálfsögðu Timmy Trumpet er eftir. Já, við erum með tilkynningu 2. maí sem að er síðasta tilkynningin og hún er stór. Við erum að sitja á tilkynningu. Það er svona að tap it in. Þú erum tap. Málega er að sko, það kostar núna sko svona 15 skall að fara á tónleika bara í Háskólabíó. Þannig að við náttúrulega byrjuðum að auglýsta gig fyrir löngu. Þannig að við erum helviti ódýrir. Já, ég meina við erum, það er ekkert að segja að við séum að þetta gig kom fyrir verði á fólki sko. Það er ekkert að segja það. Þegar við lónsum þessu gig í hvað seft 8 eitthvað þar, þá var 14.9 svona, kannski svona up there einhvern veginn með svo nú er þetta bara ekkert eðlilega ódýrt sko. Nei, til að gefa fólki smá skýrslu með þetta. Gamla höllin er uppselt, við erum færðir yfir í stóru höll. Það er 10.000 manna í event og við breytum gömlu höllinni í bar. Já, við gætum ekki verið, þetta gig var uppselt núna ef við varum í gömlu höllinni. Þannig að nú er engin stúk á þessu gigi. Við erum komnir yfir í Það sem er líka geggjað við þetta er að því að við verðum í stóru höllinni að nú verður nóg pláss ef það er
það er mikill hiti og allt í rugli. Þú getur labba bara á barinn í hinni höllinni, tiltur upp í stúku, fengið bjór og fara aftur og hlusta. Held að fólk sé að fara að taka lapp yfir í lappin og sko, ég ætla að kalla barinn. Gamla höllin í barinn í dag. Já, ég held ég bara gott að geta tilt sér niður. Tilt sér þar, tekið smá trúnó, mætt aftur. Húsið opna 5 og giggið búið 1. Ég myndi halda að þú verður einhvern tímann aðeins að Ég myndi alltaf húsið opnið líka 4. Já, húsið opnið í hátæðin Ef það er gott við þetta er eitthvað sem við munum fínbústaðar nættir í og upptötum allavega hvernig það opnar og allt þetta en ef það er gott við ef það er góð spá þá er bara að byrja að mökki hann á bílaplaninu fyrir kl. 12.00 sko þá bakka bara gulltrukkurinn frá Ölgirinn að fáið Viktor bara doktorinn til að DJ Eva May og Viktor taka hann að vaktina úti í einhverju svona teknotjaldi áluru, ég ætla að dagir ekki stemning út í sólinni Það var ekki alveg svona því að apríl er uppáhaldsmánuður minn var snjókomi okkur í morgun líka þegar þið vögnuðu Já, Haglil Er það að gerast einhvers þar annars þar í Evrópu? Nei, þetta kemur alltaf Er það bara á Íslandi sem kemur haglél Hvað erum við að tala um? 11. apríl Hvaða land kemur með haglél sko, Ég held að það sé fullt af fólki sem ekki trúir Þú er átt á því að það er komið Hvernig er sömadagur fyrst aftur? Hann er 24. minn Það er sömadagur fyrsti eftir einhverja 10 daga sko Já Þú veist, það er að koma sömar Það er ótrúlegt við erum á þessu klaka Þetta hef ég alltaf sagt sko Við verðum að færa þetta aðeins Sömar á Íslandi er ekki að byrja fyrir í júni Það er vor í mæ, það er bara því Þú getur alveg fengið einhverja fína vordaga En það er Sumadagunum fyrsti ætti að vera svona 17. mæ Já, það er bara 17. júni Samin þessa daga Það er líka sumadagur fyrsti Af því að sumari núna er líka Það er betra við í september heldur en í apríl sko Er þið búin að fara í marga fermingar, drengir? Ég er búin að fara í 2 eða 3 Ég er ekki búin að fara í 1 Og á 2 eða 3 inn Þetta er alvöru svona Þetta er eitthvað tóll þegar að bara koma með vini sem ég er að fara í Þetta eru endalust Já, ég er með 2 til 3 hverja einustu helgi Já, þetta er bara alveg Mínir félag voru hægir í gang að sprauta Þannig að þú veist, það er svolítið í fermingatörnuna hjá mér heldur Þú eru kannski dáin þegar þið ferma minnur Nei, ekki dáin Já, það er ekkert ólíklegt En talandi þetta, þú veist, Íslendingar eru bara með haglilið og þú veist, við er svo margt sem við erum með líka bara svo ælupestin, ég var oft búin að segja þetta Nei, þú veist, ælupest er allstar Það er engin Ítali núna fullorinn maður einhvers staðar að gubba og er með ælupest Það er ekki Það hefur ekkert verið mikið ælupest á Íslandi upp á síkasti Nei, ég er að segja að það er alltaf að koma einhverja svona skrítnar, einhverja magapínur og þetta er bara íslenskt að þið verður fá Eina sem ég er forvitin með það Ég hef oft hugsað þetta að segjum til dæmis að Ok, Ítalía, eða bara býða Spáni Hvað heldur að Spátsi heldur þessi einhver ælupest að gangi við landi þar bara Nei, en haldið, ef þú býða Spáni og segist þér eitthvað slappur segjum bara, við sérst á Spáni, bara Tenerife eða eitthvað eða bara í Madrid, mér er alveg saman hver og þú segir bara, herru, jöfnvellir í slappur haldið að sé á Spáni, að fólki kringu þið segir bara, já, það er eitthvað að ganga Aldrei. Af því að það er alltaf þannig Ef þú vorst eitthvað slappur í Íslandi þá er alltaf eitthvað að ganga Ég held að það var aldrei gerst í sögu Íslands að einhver segist vera slappur og einhver segir við hann það er skrítið, það er ekkert að ganga Það er bara heldur ofta eitthvað að ganga Það er alltaf eitthvað að ganga Það er því að við erum svo fá Við erum nett svona innbrýtt Ef eitthvað gerist hérna, núna fyrir eitthvað að ganga hérna nú er ég að horfa á Laugardalinn Það byrja að snjóa Já, það byrja að snjóa aðeins Og segjum að byrja líka eitthvað pest að ganga Það byrja að ganga eitthvað Ég er í gýr Já, ég er ennþá í gýr Ég er að fara á skímó Við erum að fara á skímó Helvita á að kæra maður niður þetta Hann ákvað sér að fara að gera sko Ég var að fara að setja upp dæmi hérna með hluti sem ganga hérna En já Hvað er að ganga? Nei, þetta var alveg dreipið maður Ég reyndi oft sko Sögundagina eru stundu langar Ég veit allt Herru, tölum við skímó Ég er að skímó Hvað ætlar að gera í því? Ég ætla ekki að gera neitt Hvað ætlar að gera í því? Hvað á hann að gera? Fagna því að þú setja að vara þangað Ég er bara að lega á skímó Hvað er upp að slæða eitt með skímó? Er það farin eða? Vá Erstu það að fara? Ég myndi ekki að segja að það væri farin Það er eitthvað gott lag, getur fengið á það Mitt uppáhaldslag með skímó eru myndir Ég á gamla myndir Sko, málega blöð, þú ert sko náttúrulega kemur þarna úr Sko, þú ert svona sveitaballa Ertu ekki basically að klæmaksa sveitaballadæmi út svona úlingur? Jó, það er sko, þá var skímó Og líka blöð er svona ekta svona gómur sem er sko ekki
Sturlast bara skíma og vera mættist að bara kikka Sturla er ekki rétt orð sko Nú ætlum ég að segja eitthvað sann að bara gitt niður og hlaupið allsbyrðum allt Slökum aðeins á Fórstu allsber á skímó? Já, ég fór á tippinu og fekk samt að fara inn Nei, það sem gerist með skímó Þetta er svona það Er að ég er á þeim aldrei þegar skímó er að byrja Að ég kemst inn á sveitaböll Þú kemst inn á sveitaböll þegar út 16 ára Hvað heit þetta? Njálsbúð? Nei, hér Miðgarður Njálsbúð Njálsbúð er til Það er frækt sveitaballa gig sko En sko hérna En já, þannig að það er svo þetta Þú veist, þá bara komstu 16 ára álur gig Já, en nema það að þegar ég er 16 ára Þá eru skímó besta hljómsveit sem að færða ball af því að þeir voru ekki búin að gefa út neinn lög Þeir voru coverband, basically En voru orðnir ógeðslega vinsælir af því að þeir voru svo geggja coverband Það var svo mikið stemming á böllum hjá þeim Þannig þeir voru orðnir risastórir án þess að eiga hittara Svo eignast þeir hittara, verða stórir Þá fór blöð að snúast gegn þeim Þá fannst mér orðnir of commercial og voru orðnir leðilegur Ég var bara afbrýðisamur held ég Mér langaði að vera í skímórútunni Vera einn af þeim En byrju, það meikar ekki að sensa Sko, þú hefði frekar átt í raun að snúast gegn þeim þegar þeir fóru að covera lög Ekki þegar þeir fóru að búa til Þá dyrkaði ég þá, þeir voru að koma í Miðgarð Bara þeir voru orðnir stórir Þá áttu þeir reyndar eitt lag, það var einna Sælan Rosa það líka Álur lag Já, svo held ég bara ég hef verið orðin aðeins eldri Og þeir voru, stelpunna voru skotnar í þeim Og ég var bara afbrýðisamur og ömulur Maður gaggrínir aðra og talar aðra niður Þegar maður er öfundsjúkur Svo eru þeir rúnt um all land á rútunni Sem að mig döðlangar Ég veit hvað rugglega voru í þessu félagar sko Þeir voru alvöru partírúta Þú varst með gasmann að geta Snickers aftur í Ekki fara að bera þetta saman Að þú hefur í eitthvað 2 mánuði að ferðast á Blönduós og eitthvað Og meðan þeir voru að ferðast í alvöru partí Ég hef verið í þessum bíl að því að máli er að rútan sem var að ferðast með allar Herru, rútan hitt með þessa Eðlan Það heitir Eðlan og mér minnir að finni okkar besti maður á prikina við eignast þennan bíl á einhverju tímpúndi og við fengum að lána það fyrir steggjun hjá Dóra Þeir voru nefnilega alvöru rockstjórn Já, og Eðlan bíllinn er bara, þú veist, þetta er legendir í rúta, sko Þú veist, það eru bara kojur og það er lánsaftir í og þetta er svona skímó, sko Fyrsta alvöru tónleikarútan og ég held að skímó hafi nú ekki verið eina rútan Nei, eina bandið þarna Ég held að verið nánast öll sveitabölla sem voru bara að ferðast, tóku Eðluna, sko En ég fíla þetta bara skímó Já, ég er bara að skíma Það er bara sér að gera, en ég er heldur peppaður En ég var að fara yfir, drengir, það sem er í dag Við erum með þekkið ekki sem átti að vera síðasta föstudag Það var svo mikið í gangi í okkur Fengum Pétur Jóhann, fengum Gumma Ben Þannig að við komumst ekki í þekkið ekki Þannig að það verður í dag Talandi um gesti Bergur Eppi Ætlar að kíkja á okkur hérna eftir smástund Það er stór gestur Besti maður Ég hef sagt það áður Ég er með svona nett man crush á Berg Eppa Það er allir með það Og hérna ég held að hann sé að fara Hann ætlar að sko segja okkur aðeins á sýningunni sem hann er búin að vera með og er að sko ég held að hann sé bara svona sýningin er að klárast í raunni þannig að ég ætlum að aðeins að heyra í honum varandi sýninguna og bara mér langar líka að spyrja hann aðeins bara aðeins hvað er að gerast, hann er framtíðarfræðingur Hann bara veit allt einhvern veginn Þú getur sagt bara við hann, heyrðu, núna er bara allt í rugli tollarnir í gangi Bandaríkin, Trump, Kína, allt í gangi Hvað gerist hérna, hvað verður við eftir 5 ár? Veit ekki hvort ég nenni að ræða tollana hérna á föstudegi Jú, hann vil allir ræða tollana Hann bara eftir að náli við Spurningkeppni Gilsarans, hvað ertu með þar? Hörru, seasonal keppni King of Easter Já, þetta er náttúrulega síðast að þáttu við páskam Já, og hann að þetta er Hvað hefur þessi keppni verið oft? Helviti oft, sko Þú vannst hana 2020 Já, frábært Og 2023 og 2024 Stóni er einu sinni unni King of Easter á 2021 og búin að vera þetta skammar í þessari keppni Þannig að það er meiri páskakall Já, miklu meiri Þú veit hún að páskakongurinn Það hefur komið fram í þessu þætti Blöð er rosalega páskakall Já En það er gaman að þetta er aðeins ná einum sigur í dag Ég er ekkert bara páskakall Ég er ammælisbarn, ég elskar jólin Ég er hátíðakall Þú elskar apríl út af lífinu Það vinnur með þér í þessari keppni, sko Það er, viðstu ákveðu Leiðu að koma í mæ Þá er ég bara að hugsa, svo kemur júni, svo júli, svo er þetta búið Steindi er aðfokkardagskall Apríl bestur, já Við erum með brandarhótt pappa eins Steindi, er hann búin að senda? Hann er búin að senda 7-8 stykki Það er gott að heyra Þannig að, sko, hann var svolítið dark síðast en Það var svolítið dark, já Ég fíla það Ég bara tók ákvörðun að ræða ekkert við hann hans comedy Hann bara sendir það sem hann sendir Þú mátt alls ekki skrúa hann eitthvað niður Aldrei Ég er ekkert að því Það má ekki Já, ég myndi aldrei gera Þú voru að leifa honum, hann er listamaður Hann er að verða gróari og þú mátt ekki stoppa þá þróun Það ger ég ekki Og ég meina hann gerir bara sitt og gengur stoltur frá borðið held ég Heldur þú ef að myndir beðan að koma gig, myndi hann koma?
á gig sko, ég held að pabbi myndi gera allt sem myndi beðnum ok, það þetta fallegt það var líka í blökastinu, mamma var að hrósa hann gerir allt fyrir börnin sín og ég meina, ef þú horfir á bara allt gamla stöffið, sko, allt frá steindunum okkar eða steipunni, jafnvel og svona hann hefur verið í þessu öllu, sko hann vantar alltaf aukaleikar, hann mætir alltaf maður hringir í hann hann leik í kirkjunni líka í Dalinn hann hefur leik í öðru hverju dóti en máli er að ég veit ekki alveg, sko hvort við verðum að gera hann með einhvern drosa greiða bókan á hvað gig núna, hann alltaf nýbyrjaður Já, ég fór að hugsa bara hvort að því að nú er Bergur Ebba að fara að koma hérna eftir hann er með sýningu, endar þetta þannig að pappin verður með sýningu þá gæti það verið frekar eitthvað svona kannski hann gæti verið gestur næsta haust eða eitthvað bara svona, já, þá er hann búin að vera í 1,5 ár að slípa sitt stót og svo mætir hann bara og tekur sína 5 mínútur Já, ég get lofa að ég myndi mæta Já, ég myndi þetta mæta líka Haldið að pappi mig geti selt upp eina sýningu Það væri bara Það er svolítið eftir hvar hún er Það væri bara háskólabíó, Steindi senior Þetta er slegið og letta strengi með senior Og þetta væri bara brandar Nú er ég ekki að móðga pappa en hann myndi ekki selja upp háskólabíó Ertu viss? Já, hann gæti fyllt hérna hvað heitir staðurinn við Tjörnin Það tækir Sigursalur og BB King Sigursalurinn Já Það myndi alveg fara langt með Sigursalinn Segjum að pappi væri bara í rauninni Hann segir bara, herru, ég er að fara Við myndum að hjálpbólið með markasetningu Já, við myndum alltaf peppi þetta En ég er að segja að hann myndi bara vera með sjó En þetta er ekki uppistand Hann er ekki að velta steinum Hann er ekki með neinar djúpa pælingar Hann er bara með brandara í 10 mínútur Bara brandara Það verður að vera meira en það Hvað kostar einn? 100? Já, ég meina þeir eftir að tala um að hann tæki 90 mínúna Hann þyrst að taka allavega 45 Já, það væri eitthvað með honum Já, það þurfti að vera 2 Fáum kitta blöðu með honum Pappi sýnir britsreglur í hlýði En hérna Við erum að spáði opna þáttinn drengi Við höfum opnað síðustu þætti á hver er svo besti til að minna á höllina En eins og við sögðum hér í byrjun þáttar að það var rísa sæning Einn heitasti tónlistamæður Íslands er að fara að mæta í fermingu FN95 blöð Hann heitir Birnir og hann á vinsalasta lag Íslands sem heitir LXS Let's go FM 957 Mér og þér að ég er á þessu Þetta er drengi við rættum það hérna síðasta föstudag Þetta finnst mér eitt flottasta lag sem hefur komið frá Íslanding í helvíti langt tíma Þetta er alvöru Það er alltaf fólk býður spennt eftir plötunni Já, þetta það er allt upp á 10 og eins og við sögðum án það var tilkynnt í hátíðina, hann verður með okkur í höllinni 31. maí, miðasala á tix.is en það er komið tími á slúður og ég þarf eiginlega að láta það ganga pínu því að Bergur Ebbi, okkar uppáhaldsmaður, hann er mættur þetta fyrir utan. Hann er mættur og hann er með gig út í bæna bara kl. 5. Þannig að ef við ætlum að ná honum aðeins þá þurfum við að fá hann bráðum inn. Það er bara þannig, sko slúður er líka, það hefur oft verið betra. Það er lítið í gangi. Justin Bieber sáu við vídeo á honum, hann var hérna brjálar út í einhverja paparazza, var að segja að það var bara að hugsa um pening og eitthvað og svo postaði hann sem sagt munið, hann var alltaf að auglýsa Drew hérna vörumerkið, það var svona broskall svo sett hann einhvern post á Instagram að hann væri ekki tengdur þessu merki lengur nýja fjölskyldans og ef þið vildu vera að kaupa þetta til að styrkja hann og þá væri hann ekki lengur inn í þessu, það stendur hérna I, Justin Bieber, am no longer involved in this brand. Drew House doesn't represent me or my family or my life. If you're rocking with me, the human Justin Bieber, don't waste your money on this Drew House. Þannig að það er einhvað komið upp þar. Samningar hafa farið illa þar. Já, ég sko með við plöggið sem hafa með þarna í byrjun af því að maður sátt út út í ánum að ég held hann ætti þetta bara einn. Já, sko málið er af því að segjum að þú sett núna að plugga vöru. Svo þú sett bara núna í samstarfi við eitthvað fyrirtæki. Já, sko, þetta er ekki eins og hann var ekki með Nike eða eitthvað þannig, þetta var, þetta er svona brand up and coming og þetta er gaur sem á nóga pening, þannig að þetta skrítið hann ekki átt meiri hlutan bara í þessu fyrirtæki. Já, en alltaf skrítnast er að segja að þú væri núna bara að representa eitthvað fyrirtæki út í bæ og svo myndir þú hætta því, það er bara allt í lagi, bara já, tökum bara pási í þessu og þetta er bara fínt og gerum þetta kannski setna eða eitthvað, en að þú færir á social media og myndir drulli við brandið, segir bara ég er ekki partur af þessu. Já, þá hefur svona miða við hennar post og þá er eitthvað komið upp á. Já, það er þetta. Næsta slúður er að, sko, þetta er White Lotus, það er engin spoiler í gangi, en eru þið búin að klára seríuna? Já, ég klára það. Því lík veislam. Og málega að ég hata í þessu lífi er þegar ég tek síðasta þáttinn af White Lotus, ég er svo ógeðslega gaman á þessu seríum, sko. Fyrir ykkur sem hafa ekki séð White Lotus og ef þið byrjið á henni, þá eru fyrstu 2 þættirnir, þeir eru mjög rólegir. Svo spólast þetta bara, svo eskjur þetta með hverju þætti. Já, þetta verður alvöru veistla og loka þáttunni rosalega. Ég tók fyrsta þáttinn í gær af The Studio
9. Já, ok, en ertu búin með White Lotus eða? Nei, en djöfull var fyrsti þátturinn skemmtilegum maður og bara, komin í 4. Já, það allt inni. Stúdíó bara byrjar helvíti vel. Gaman líka fyrir mig náttúrulega minn sem búin að fylgjast með Patrik Schwarzenegger náttúrulega í nú okkur 14 ár að sjá hann að landa þessu hlutverki þetta þýðir að hann að fara á álvöru tilbúð núna í ykkur önnur hann að fá mikið rósum fyrir seríuna en svo mannstu þrjóðin í keiluhöllinni ég sagði, ég verð að taka þann svo hann er góður í seríunni og góður sem svona nettur asshole Blöð hefur sokkað slúðrið núna stanslust bara í svona 5 ár svo fannst mér líka, sástu vídeo á hann sem var mjög fallegt sem hann, ég held að hann hafi postaði þegar hann fekk fréttina hann fengið hlutverkið White Lotus hann fór bara hágráta hann er að landa álvöru hlutverki hérna þetta er alvöru seríur og stóð sér vel þetta eru stæðstu seríur bara í heiminastu já en sko Jason Isaacs sem að leikur pappan hann í fjölskyldunni þetta er öll familjan hann ríka fjölskyldan ég er ekki svo gaman að svona í brekku allan helvítist tíman bara að poppa pillum í fríi og þetta var ekki frí sem hún leiði þetta er ekki símtalið sem hún vilt þegar hún kom með fjölskyldurinni frí til Thailands og þú sást hvað hún leið hrikalega alla seríuna þetta er eðlilega gott að líka svo fyndið þegar hún er að reyna að taka hann síman að reyna að vera svona góð og hann bara drullar í burti ekki snerta síman, þú ruggluða en sko, leikarinn sem að leikur hann var í stóru viðtali það er náttúrulega allir út allt núna allir þessi leikarar eru hjá Jimmy Fallon og eru í podcastum og hann var opnað saman einhverju í podcasti þar sem hann sagði að the rumors are true að allt slúðurðið er satt að það var víst leiðindi og vesen á tökustan já, veistu hvað bíf það var? Nei, hann talar ekki neitt sérstakt bíf en hann sagði þegar þú ert með svona hóp af liði sem eru leikarar með alla sína kvilla að þá getur ekki annað gest á 13 mánuðum því að það er drukkið og djammað og svo er tekið upp, þetta er svo hart hann vildi meina að þetta var bara einhver svona kommuna tók 13 mánuð að taka þetta með þetta, já það er svona risa serja já, þetta er eitthvað 6 þettir þetta er ekki 8 þettir? já, 8, ég veit ekki hvað sem margir er 13 mánuð, hvað var bara mánaðar tökum það er ár það er alltaf að tala á íslensku mælikvara það var alltaf að tala að segja svona ágættar reiknum er að taka upp 5 blaðsíður á dag þú veist, segjum að gera einhverja eins og með sketsa þetta og ein blaðsíða 1 mínúta cirka já, ein blaðsíða 1 mínúta þannig að þú ert að taka úr henni 5 mínútur á dag svona, það er á íslensku mælikvara en þá er ég að tala með risabudget þetta er annað mælikvarið já, þetta er eins og þegar við erum að gera eins og steipustu eða gera eitthvað sketsa þá eru ofta að taka upp 20, 25, 30 blaðsíður en lokaháttur var 90 mín en að lokaháttur er bara svo bíómynd það var bara nákvæmlega það var bara að taka upp heila bíómynd sem tekur oft 3-5 mánuð en þetta er satt mann finnst samt leiðilegt þegar maður heldur svo með öllum leikurunum það er leiðilegt að heyra en eftir seríuna hann nefndi engin nöfn en það er vist búið að vera að fjalla mikið um það að parið þau nei ok, ég má ekki segja neitt ok, skiptir ekki máli, ég vil ekki spóla það er hellinga liðið sem ákvæmst eftir finalin við tökum það bara, við veltum steinum með þetta þegar Stóni er bara að klára það reynsli þá fyrir við þá er allir búin að ræða og allavega, mér finnst leiðilegt að heyra að það er fullt af fólki þarna í hópnum sem eru ekki vinir lengur eftir tökur nei og það er leiðilegt sko ég meina út eins og þegar við tókum leinlöguna, þú veist, það er bara skemmtilegt að ég gert sko, bara maður lappa á sportusinu þú veist ekki að líka því að það var tekið upp á 21 degi, það verið skrítið að það var allir óvinnir eftir það sko ég er samt, þú veist, þetta er bara sama, þetta er lengri tími en þó við verið 13 mánu heldur að það verið eitthvað leiðindi, bara sá gaman alltaf dag en ef þetta er sko, en málega það voru samt alveg stremnar, þú veist, það var erfiðar tökur þú veist, það gerist svo hratt málega er að ef þið líður allt og vel í tökum ef það eru þægilegar tökur það eru warning bells sem að segja eitthvað ekki alveg í lagi sko. já, samt ekki jú, þetta verður að vera smá verður að vera ykkur starf úti og vera deg og kulda og þetta er smá drekka deg og kulda og þau eru í Tælandi já, ég veit það, en ég er að segja svona að þú fær bara ykkur seri og þetta djöfull var þetta létt maður það er ekki að svo við taka út ég teipa á 1 bad apple 1 asshole
Nei, það var svona, það voru vist nokkur Það er álíka þetta sem fyrir einn eðsól sem einhvern veginn setur alltaf flug svo eskjuleitara. Svo er Mick Jagger, hann er trúlofaður, við ætlum að fara í auglýsingar því að við ætlum ekki að síðasti mólið. Klukkan orðin hálf. Hvað er búin að trúlofast oft sá með þetta? Sér hvað það var að slaka mólið maður. Nei, við megum ekki missa Berg Ebba, ég ætla að fara meira út í þetta en við ætlum að fá auglýsingar og svo kemur Bergur Ebbi hingað í spjall, ekki missa því. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það er Dynout og Loop Zero sem fær ykkur FM 95 blöð hér á FM 957. Oftast værið á leiðin í lag núna eftir fyrsta auglýsingapakka en við erum konum með rántinan gestinga í stúdíóðu sem að er í, svona, ég segi ekki tímaþröng en ávara mættur að skemmta klukkan 5 þannig að við ákveðum að fara beint inn. Okkar besti maður er mættur þetta. Þetta er maður sem við getum spurt endalessa spurninga. Það er Bergur Ebbi og verður velkomin. Já, takk fyrir og ég er bara í hörku stuði, bara svo það komið fram og jú, ég vil líka taka það fram að ég er ekki dressed fyrir radio, ég ætti að vera í sjónvarpinu. Þú bara lúkkar fárlega vel. Hvað er að gerast þetta? Ég vona það bara einhvern veginn að það smiti sér í gegnum hérna the airwaves. Þú ert með eyrnalokk, þú ert með aflita hár, þú ert í jakka, geggjum buxum, þú ert að fara að skemmta. Man sér það. Þú tekur sjensaði ekki? Í klæðaburði? Jú, maður bara verður að hálfgreiðslum og huggulega strípur. Já, bara alveg djúpar strípur. Hver smíðaði þessar strípur á þig? Ég var síðast núna í Hárbeitt í Hafnarfirði. Það var einn framleysla sem sendi mig þangað og það er algjörlega frábært á Reykjavíkurvegi. Smíða þessar strípur. Framleysla sem sendi, þannig að þú varst í rauninni látið litaði fyrir verkefni. Hálfsaldagötu líka, mjög gott. Já, var litaði hárið þá fyrir verkefni væntanlega? Já, núna var bara verið að fersk litaða fyrir já. En tilkynntu þú, sagði þú, ég er með risa tilkynningu áður og fegst í strípur? Nei, ég gerði það í síðasta þætti. Hann er að fara að vera með strípur í höndinni. Já, en málið það, er náttúrulega fárlegt hvað við erum að kommenta á núna því að fólk sér ekki hvað það er að við erum að tala um, en það sem ég með er náttúrulega eru ekki strípur. Þetta er bara full aflitun. Strípur eru náttúrulega highlights og mismunandi skilur. Hann veit ekkert hvað strípur er. Hei, ég er ekki með hár maður. Þetta er alveg svo sumir svona þú veist, stundum bara allt kallað perm. Skiptir engum máli hvernig einhver fangi hálkast alltaf kallað perm. Já, bara permanent. Heyrðu, byrjum aðeins að ræða sýningarnar. Þú ert alltaf búin að vera núna með sýningar í gangi. En það er ekki allt uppselt eða? Já, það er eitthvað smá eftir núna því ég var að bæta við loka sýningum. Ég ætla bara að klára þetta núna í apríl og maí. En ég er búin að keyra þetta fyrir eitthvað stítt síðan í janúar. Og selja við 4.000 miða og þetta eru hvað 20 uppselta sýningar. Og mér nokkar bara einhvern veginn að klára þetta núna. Með kvelli bara with a bang. Og við og mér langar líka að fá ykkar fólk að inn. Ég veit það og ég sagði líka við þegar þú kemur og þetta eru síðustu sýningarnar nennur að hendi kóða með afslætti fyrir bara okkar fólk. Þú gerði það? Já, Ég dýrka það? Já, bara framkvæmt mál. Það er bara FM 95 blöð, er kóðinn. Er það bara inn á Tix eða? Já, fer bara inn á Tix, ætlar að kaupa uppistandið, nota bara kóðan FM 95 blöð. Já, ég held að öði virki. Já, öði getur virkað. Já, en ég held að þetta sé ekki case sensitive ef maður ætlar að fara alveg út í svona nitty-gritty en þetta skiptir máli, en fólk er alveg pottet finn út úr því. Þetta er þessi kóði og ég tjekkaði einum mitt á honum bara rétt á henni komina. Við getum líka hann lifaði einhverja daga. Já, við getum líka sendið þetta á, ef við látum það rúla aðeins svo getum við sendið þetta á líka á Blöðkast Family en það er líka með maillistan og svona sem er sterkur. Við ætlum að mæti í mæ. Ég vil fá ykkar fólk líka. Ég er búin að vera náttúrulega mæta í prómó líka náttúrulega á Rás 1, Rás 2 og eitthvað svoleiðis og algjörlega frábært svona, en hluti af því sem ég vil gera ég vil svona samina líka fylkingarnar. Mér finnst þetta samt áhugaverður punktur. Hvað myndur þú kalla hver er munun eins og að ferja í spjall á Rás 2 og að reyna að fá það fólk og okkar fólk? Ég held að ég svo sem kynni þetta alveg eins og bara reyna að vera bara alltaf Þú ert alveg með stóran hóp þú ert með stóran fylgjandahóp sjálfur. Já, ég er ekki með ekki að nota miðlana mikið þannig Ég er ekki á Instagram. Nei, það rænir fólk sjálfsverðingunni, þú veist það. Já, og það mun stytta líf okkur allan 10 ár. Ég meina, þetta er í alvöru, þetta Instagram-dæmi, þetta er bara eins og Tóki Þráins með reykingar en the 90s. Þetta er 100% þannig. Fólk er byrjað að segja þetta núna, þetta er óholt, allir eitthvað, haltu kjafti. Þú veist, svo verður þetta bara, já, heyrðu, hann hafði rétt. Þú veist, auðvitað er þetta óholt. Já, en málið það veit allir þetta er óholt, en það sem fólk fattar ekki er þetta er sko miklu meira en þetta eru ár sem verða tekin á okkur. Þetta er bara Ég verð að fátaka. Hvernig tekur Egil sem að hann myndi frekar taka sér handlegg heldur að missa Instagram? Það er 9 klukkutíma skjátíma á dag. Lífið er bara búið að myndi kippa Instagram. Þannig voru reykingamennir líka bara í Kanada. Þetta var bara Ég er búin að reiklast núna í nokkur ár og ég fæst undir bara svona kvíðaköst langar bara í eina góða. Þetta er bara tilvistar dæmi. En máli er að þegar ég hugsa ef afi gat hætt að reykja þá getur Egil hætt á Instagram. Aldrei.
En Bergur er alveg með póntana, þú veist, það má ekki gleyma að við erum testkynslóð. Þú veist, við erum í rauninni ekki, kannski börnin okkar, en við erum, social media það er ekki, hvað er það gamalt með? 20 ára gamalt? Já, þetta er bara þræl ungdæmi og ég ætla ekki að vera preachy hérna, bara í alvöru. Það gekka líka bara, það er töff að reykja líka og töff að vera á Instagram. Ég held ég að það postað fyrstu myndin minn 2012 var fyrsta myndin held ég, en þú komin 13 ár bestu 13 ár æðum. Já, en þú veist, svo náttúrulega já, en svo veit maður ekki. Finnst þér þetta ekki verið að ræna sjálfsverðingu? Nei, svo veit maður. Ég er samt sammála, ég er sammála okkur báðum. Það er oft gott að vera bara í miður. Já, hann fekk sjálfsverðinguna þegar hann fór að kera þetta. Ég er alltaf influencer, ég vinn við að vera influencer. Algjörlega, ef maður virkilega bara handlar lífsitt í kringum þetta, þá er þetta bara rosalegt dól, sko. Ok, þá verð ég samt að spyrja, að því að ég veit þú treinskilin maður, hvað finnst þið þá nei, þú ert ekki á Instagram, þannig þú ert ekki að sjá story frá alvöru influencer. Bara það, sjá fólk á tónleikum fyrir 10 árum, eða 10-15 árum eða eitthvað, það sem allir er bara að horfa á tónleikana, hafi ekki séð þetta. Þú veist, þetta er búin að var vinsælt rílundæg. Já, ég er ekki allir í símanum. Og svo núna komum bara tónleikar, hvort segja Taylor Swift eða eitthvað stórstjarna, það er allir bara með síman, hver einasta manneskja. Þú veist, við erum að tala bara mörg 20.000, allir með síma, það er enginn að horfa á þessu tónleika, sko. Þú ert aldrei að fara heim til að horfa á þetta vídeo. Þú veist, þú getur googlað betri vídeo fólk er að búa til content. Ég er að segja það, þannig að þú ert farin að borga inn okkur tónleika að búa til þitt eigið content fyrir þitt eigið litla. Maður er alveg fundið fyrir þessu sjálfum, maður er farin að monta sig meira á að maður sé eitthvað stærri stæðin fyrir að njóta þess að vera það. Já, það er hættulegt. Já, þú getur ekki, já, það er bara þannig. Þú verður bara að fara eitthvað á skíði, bara til að sína á að fara með krakkan á skíði. Bara verður bara með krakkan á skíði. Á föstudegi, maður. Bara fólk er að fara að gramma bara mjög mikið helgina og það er að vera hashtag á sýningunni. En hérna, sko, ég er að spá hérna að því að vera með, sko Bergur, þú ert náttúrulega í rauninni, sko, þú ert svo margt, það er ekki þetta að titla sem eitthvað eitt, en þú hvað titlað þú þessum? Ég reynir bara að forðast það, sko. Ég meina, yfirleitt þá ræðist þetta bara samíkinu. Ég meina, ég er að kynna svona uppistandsýningu núna. Núna ertu uppistandari. Það eru uppistandari og það fitta líka alveg vel að vera einhver álitskjafi í útvarpsþætti eins og þessum. Já, en svo ertu líka framtíðarfræðingur. Já, ég er svona sinni ráðgjöf og sviðismyndagerðar. Þú bjóst í Kanada. Já. Og segjum þú væri að fara núna til Kanada og einhver myndi spyrja bara, what do you do for work? Það er nefnilega einmitt máli. Ég er að djóka með þetta í sýningunni að mér finnst ógeðslega erfitt til þess að segja ég sé comedian í útlöndum. Og það, þú veist, þekkir fólk mann ekki og ef maður er einhverju ferð eitthvað með konunni sinni og hitt einhverju vinnufélaga hennar þá nenni ég ekki að vera guðin sem er eitthvað comedian einhver bara, tell me a joke eitthvað svona, það er bara einhver dead end þú verður eiginlega að vera frækt andlit til þess að geta frontað þetta að comedian, ég nenni ekki að tala eitthvað abstrakt hvernig er að vera comedian þannig að ef þú ert einhvern veginn ekki nóg frægt að vera comedian í samíkinu sem þetta í þá einhvern veginn hef ég ekkert eitthvað valjú í því að vera tilgerðar. En þú ert líka musician. Nei, ég segi það nú ekki lengur sko. En við gáum náttúrulega út músík á sinni tíma. Þetta var bara svipa. Þú varst í vinsælustu hljómsveit náttúrulega Íslands bara. Verður aldrei comeback á Sprengjuöllin? Ég veit ekki með það sko. En ég mér okkur bara að spyrja, þú veist, ég meina, eru þið ekki svolítið svipuð pakka? Ég meina, þið notið bara alls konar miðlunarleiðir. Og við vorum að tala um það áðan, við varum og fallegir og vel klæddir til að vera í útvarpi, skilur. Og ég meina, þið eru náttúrulega sjónvarpsmenn, útvarpsmenn, reyndar ekki verið mjög ég er eiginlega bara í sokkabuxum. Nei, almennt, þið hafi verið að nota, skilur, þið leikið í kvikmyndum, sjónvarpi, nú eru þið í útvarpi, mismunandi miðlar og ég meina, það er bara ósanngjarnt að vera eitthvað, þið eru útvarpsmenn, þið eru í útvarpi akkurat núna, ég meina, þið eru bara með eitthvað dót, notið mismunandi miðla og þá sem henda hverju sinni og það springi bara út þessar hefðbundu hugmyndir sem við höfum það hvernig maður á að titla sig og ég held að það sé svolítið framtíðin. Ég held að þetta sé svona forward thinking að vera ekki alveg að negla niður einhver titil. En var þetta með framtíðina? Af því að hérna, mér langast, þú veist, það væri svo gaman að við væri núna í blöðkastinu. Nennur þið please að lofa okkur að koma í blöðkastinu bráðlega bara til að ræða alls konar. Algjörlega, það er svo gaman að fara í meira deep dive. Ég veit, þá fyrir við deep dive, en mér langar aðeins að tala við bara um hérna það sem er að gerast í fréttum í dag að það er svo körrent að hafa þetta í beinni. Núna er náttúrulega bara, og þá ég veit að við erum ekki að fara í tollana á allt þetta, við ætlum að geyma það. Við ætlum að fara í Bandaríkin og Grænland og ef það gerist Bandaríkin og Ísland aðeins bara frá flytt hérna. Já, förum bara í þetta og hérna, og líka til að segja eitthvað jákvæmt um þetta því við vorum að tala á hann um Instagram, samfélagsmiðla og svona bergmálshella, hver er einhvern veginn með sinn hóp og eitthvað. Egil er sjúkla til þetta, hann vil bara helst að þetta gerist. Hann er til þetta, en byrju, það eina jákvæð sem ég ætla að segja um þetta heildartæmi er að núna er komin eitthvað svona narratífa sem saminar okkur öll og núna er bara það sem er í fyrsta frétt á RÚV er bara það sama og við erum að tala um F95 blöð sem er bara
ógeðslega merkilegt og magnað Algjörlega. og ég meina auðvitað er þetta líka eitthvað sem við verðum að tala að þessi vera það innlima Grænland í Bandaríkin þetta er eitthvað svona sem að þú hefði presenterað þetta sem eitthvað plott í einhverju sjónstætti, ég er bara einhverju teikn þetta er bara ofgali til þess að fara í gegn það er bara asnalegt, skilur við en sko það er það, þeir eru að mæta þessi kanar þeir eru að mæta hana, J.D. Vance, hann er að mæta þetta minnir mig svo mikið á, þeir ná ekki mætir heim til einhvers með svona tommustokk hann er að mæla bara svo fyrir við verðum hér það er orkan sem kanarnir eru að koma inn í þetta og það er versta orkan svo var að leka eitthvað dót núna frá Pentagon eitthvað, því þetta er hreip leku víst allt annað, ekki Pentagon, þetta er líka Hvíta-húsið og öryggisráð sást ekki Trump vera bara, hei, þú grættir í gær sástu það vídeo? Það var kallt maður og það sem er að leka núna er það sem er að spá, þeir vilja fara einhverju svona samningarleið, ekki military leið og þeir vilja ná grænlenska fólkinu á sitt band og það er verið að tala um það að þeir borga þeim $10,000 á mann á ári sem er 1,4 milljónir eða eitthvað og mér finnst það svo fyndið að þeir séu alveg bara í þessu lúalega dæmi sko. Við viljum bara borga þeim 1,4 á $10,000, svo rounded tala sko. og það fekk mér þess að hugsa að mér finnst það að vera outrageous hefur bara innlim okkur í Bandaríkin og allir fá 1,4 miljón á ári sem er bara nótis að kaupa bara X marka Joe the Juice kombo tilbúð þetta er ekki eitthvað fortune og þá fór ég að hugsa hvernig myndu Íslendinga bregðast við svona tilbúð? Ég held að þetta er 50-50 kostningu Bilgja myndi ringja út sko. Ég held að þetta eru frían pulsur Þetta er dalalíf á Vaff og S með sko. En hvernig, en þú veist ef við erum að tala svona smá í alveg með þetta þú veist en ég meina, við skulum bara samt tala nógu outrageous þetta því að þetta fréttirnar verða bara þannig ég veit ekki hvað alvaran er En hvað gerist bara, segjum að með einhverju samningum eða hervaldi eða hvað sem er, segjum að Bandaríkin taki Grænland skilur, og það er náttúrulega allt saman gert í því að Trump er að tala um að þetta sé sko bara alheims öryggis Tryggja norðurslóðirnar og þetta allt þetta og ég meina hvað væri þá að hindra að segja en þessi litla í þetta við hliðina, hún er helvíti hendur líka náttúrulega, akkurat á milli og svona við þurfum að taka hann líka, þetta er bara partur af þessu, við erum að reyna að tryggja heimsfrið sko. Já, ég meina annað sem hefur gerst ég meina í setni heimsstyrjöldinni þegar þjóðverður að gera sig breiða, ég meina þá er bara hort á, ég meina Bretandi taka okkur fyrst þannig 1940, svo eru Kanadi bara einhvers staðar í Pentagon í Washington, þið sjá bara þessa eyju sjá bara 2 skaga, þeir segja bara það er flugullar út á þessum skaga svo er einhver svaka radarstöð okkur dót út á Langanesi, þetta er náttúrulega bara við erum bara eitthvað pawns in their game þegar það er einhver alveg stakes í gangi sko. Og en við mátum aðeins að þeir myndu líka taka Ísland, hvað þýðir það? Erum við komið með bandarískt réttakerfi eða erum við bara með á í höfninni? Fáum dollarann? Við verðum bara dollarann er bara jury duty Heiðar væri glaðið með að fá dollarann við erum búin að byggja dollarann lengi En sko, mér langar að enda þetta samt að því ég veit þú ert í tímur mér langar að enda þetta á hraðaspilum Ertu til í það? Já Sko, þetta er, þú þekkir reglur það er að reynsa á hugan og svara fyrsta sem þetta er í hug Já, að sjálfsögðu Ég veit þú ert reynskilin maður, tilbúin Uppáhaldsmatur Lasagna Uppáhaldsjónvarpsefni Heimildastöf Hvað er það skemmtilegsta sem ég gerir? Að hafa ekki allt og mikið að gera Hvað fyrir mest í taugarnar þér? Hvað verður að draga maður niður hérna? Ég reyna bara að keyra mig upp eitthvað bara, þú veist, allt sem maður fer í taugarnar á manni er eitthvað sem maður secretly elskar einhvern veginn líka, sko Þannig ég reyna að taka þannig tvist á þetta Ok, helstu kostur? Bara overperformance hérna ég meina ég er að klæða mig hérna bara eins og ég geti verið að fara í hérna Graham Norton show hérna og ég er í $1 million skemmtilegur bara, við sögurum fyrir hann hver er þinn helsta ókostur? Overthinking, þekkjum það besta sem þú hefur gert á ferlin? Svona career-wise ég held að sé bara að hafa náða að þróa mig áfram sem uppstandari hver er að þínum mati fyndastur í mið Ísland? Jói Lið í ensku Newcastle United Hvað kveikir í þér? Vorið Í hvað íþrótt ertu bestur? Ég er bestur í bara svona einhverjum milli veganenda hlaupi Ég get alltaf hendur í 10 km hlaup ég veit þetta er hókjænslega lengt ég var til að vera með eitthvað jiu-jitsu eitthvað þannig ég held ég verði alltaf svolítið góður í því að reyma við hlaupa sko, og svona taka eitt góðan svona grótturhring það er bara svolítið taka 10 km og síðasta uppáhaldsgrínisti of all time það er George Carlin
Vel svara Gekkja, herru, hann komst vel út af þessu Já, það er Já, strákar, þetta er að verða einhvern veginn svona aðeins vægara svona að við erum búin að draga tennundur úr þessu Ég var alveg sko Einu sinni var þetta bara, viltu sofa hjá Rollu eða myndir þú bara þykjast hafa að sofa hjá henni eða hvernig var þetta, svona alls konar erfiða spurningar Svo er alltaf að koma meir í pólitík Björn Ingi hérna á Viljanum, ég hittar hann það frammi og hann segir þetta sé bara pólitísku þótt Ég ætla að vera að fá hann og tala bara Ég veit að maður, það er ég elska það sko Já, en hann fór á bylgjuna, hann er miklu meira, þú veist, þeir eru með crazy stuff sko Við erum miklu Við erum að tala samt það sem skiptir máli Ég er núna, sko, ég er að hugsa veist, það er uppistandari sem var fórseti Úkraínu og er bara lítur of bara er samviska okkar allra hérna í friðelskandi heimi Það að vera no outrageous og klikkaður veist, það er bara að fara að vera eina sem verður eitthvað sanity í einhverjum greiningum og umræðum lengri tíma sko. Ég meina spurninga því ég var að spyrja líka út í miðið Ísland Tekur þú stand upp á ensku? Getum við séð Netflix special með Bergabba? Það er kannski eitthvað svona sem þarf að þróa í lengri tíma en ég hef náttúrulega occasionally ég meðlega fullt af svoleiðis giggum á Íslandi og svo hef ég einu svona flutt uppstand á ensku í íslenska sendiráðinu í Washington og það voru eitthvað svona aðmirálar og eitthvað lið að mæta sko. Það var náðu ekki með sverð veitur fram á mig það var einhvern svona gögnu, einhvern svona civil war Var það að hlæja og Já, það var bara þrjusu stuð sko. Það var bara svo talandi um einhvern svona súrar aðstæður sko. Það er svo geggja að vera eitthvað fremsta bekk með sverð en samtali með húmor fyrir þessu Já, algjörlega Ég lofa að pasta verðir lausa því þú ætti að vera mættur 5 Bergur, þú ert að koma til okkar í blökkansins því að eins og við sögum, við getum talað við getum verið svo lengi Herru, ætlum að minna kóðan Það er kóði síðustu sýningar Bergs Ebba það er á tix.is og það er bara kóðin bara F95blö F95blö og færa afslátt á sýninguna Góðan afslátt, tryggja ykkur með að fara inn á F95blö.is Við ætlum að enda þetta á uppáslægi Bergs sem er hver svo besti Það var einhvað sem að baða og hann hlakka til að taka það með okkur í höllinni FM957 Það er að sjálfsögðu hann Guð Við þökkum Berg Ebba kærlega fyrir komuna og þar er á ferðinni alvöru grínisti og það vill svo skemmtilega til að nýjasti dagskrálöður F95blö er líka með heitan grínista og sennilega eitt svo heitast á landinu Hann er helvíti feskur núna Já, Bergur Ebbi er feskur en það er eitt sem er aðeins feskar í bransanum og það er Steindi Senior Já Og þetta er dagskrálöðurinn Brandarhótt Pappa Steinda Senior slæra og létta strengi Gíska á pönslæni Já Og við erum, við breytum svolítið að núna erum við allir 3 saman og enginn okkar hefur heyrt En við erum bara að kólna svolítið að við náðum ekki að gíska á 1 pönslæn síðast held ég Þetta er mjög slaft hjá okkur 2, 4, 6, þetta eru 7 brandarar í dag Ég fíla, hann er fann að bæta við kallinn Hann var alltaf í 5 Það er komin einhver grett í hann Það er vor í hún Ég veit það Og ef við ekki bara vind okkur í þetta fyrirmyndar Ef við ekki bara vind okkur í það Jó, gott með það Herri, ég vil lækka þetta í betanum okay. Fyrsti brandari hjá pappa í dag Hann hljómar svona Hvað sagði diskurinn við hinn diskinn? Hvað sagði diskurinn við hinn diskinn? Hvað orðagrín er þetta með? Þetta er svolítið veggurinn við hinn vegginn Sást á hotninu sko Diskurinn við hinn diskinn Uppþáttu ölni Akkur er þetta svona djúpur Já, djúpudiskur Djúpudiskur, sjást upp á tölunni Ok, stendi Nei, ok, býtu Ef að brandarinn hvað sagði eitt diskurinn við hindiskin Sjást í vélinni Það er hræðilegt, það er ekki brandari Það er ekki gott Ég get alveg sagt það Það er ekki stertur Brefin í pappa falla eins ef það er pönsið En sjáum að Maturinn er á mér Ok, þetta er geðugur Maturinn er á mér Hvað gerir þessu? Maturinn er á mér Eðlilega góð brandari á síni En vildum við ekki segja maturinn er á mig? Diskurinn segir unni við hinn diskin Maturinn er á mér En ef við erum að lappa út af veitingastaf Ég segi maturinn á mér Er þetta ekki vitlaus íslenska? Nú er ég ekki íslensku fræðingur Þú veist að leiðilegsta fólki á jörðinni Fyrir að leiða til einhverja stafsetningavillir hjá síni Það er hár rétt En ég varst að þetta sé eitthvað vittlust Hann var sterkur, það er svo góður Hann var ekki sterkur Þetta er 6 5 Næsta Í dag í bankanum bað gömul kona mig að athuga með ballansinn hennar Gömul kona kom í bankan að biðja að athuga ballans Ég gruna því að okkar maður er orðin svolítið dark sko, þetta fari í eitthvað Þú myndi ekki nóg að klára þetta, þetta er eitthvað, þetta er gömul kona í bankanum, ég veit það ekki.
Það tala að þetta sé ekki góða frétti fyrir gömlu konuna. Já, ég held að hann nefnilega pappin miklu erfiðar að lesa senior en svona fyrstu skiptin sko. Já, sem gott, hann komið dýbra komedi hjá. Já, vil ég heyra það? Já. Í dag í bankanum bað gömul kona mig að athuga með ballasinn hennar. Nú svo ég hreindinni bara þetta. Já, ballansinn. Þannig ég hreindinni þetta. Þetta náttúrulega, nú hann að skrúa sig upp sem ég elska. Hann með hreint á gömlum konum. Þannig að nú þetta loksins escalating. Ég elskar alltaf þegar að vera aðeins grófar. Já, ég vil að hann fari verið það grófur að við þurfum að cut him off. Það bara liðunum klárast. Þá selur hann upp sýningar. Þá var háskólabíó komið. Já, mér finnst þessi bara góður. Já, herru, hann heldur áfram með það. Það eru 5 eftir. Á síðasta ári stakk kona mín af með besta vini mínum. Á síðasta ári stakk konan af með besta vini. Þetta er eitthvað alltaf bara alltaf besti Þetta besti dag að ræfa sá losnaði frúna, það getur eitthvað hann í grín. Og vinast líka, þetta er ekki svona 2 flugur eitthvað. Hann er fættur 1958, hann getur með þessu gamli skólinn hann er ánað með að mist frúna, það er 100%. Já, ég held að segja eitthvað þannig. Já, ég held að líka. Hann er ennþá besti vinur minn. Já, hann er ennþá betri vinur minn í rauninni sko. Ég sakna hans enn. Já, stakka með. Já, við lásum þetta rétt. Þetta var réttleysi. Hann er aldrei verið betri núna. Hann har toppað sig í dag. Hann er eitthvað með góða. Það er maður sjá, það er á næsti. Það er 4. Hún, ég held fram hjá þér. Hann, ég líka. Já. Veitu vissum að ég held þú að fara hann svo langt. Nei, ég var ekki komið með fáslani. Hún ég held fram hjá þér. Hann ég líka. Svo kemur, þá væntanlega kemur eitthvað frá henni. Ég veit þetta. Já, hvað heldur þú? Hún segir 1. apríl og hann segir mitt var 8. júni. Eða eitthvað svona, þú veist, þetta er ekki. Það er helviti gott gísk. 1. apríl, hann 12. júni. Ég það 8. júni. Hörðu, þú varst næstuði með bara correct date. Já, þetta er greinilega svona old school djókur. Já, þessi var sann, hann er góður. Já, frábær. Að sjá. Hún. Við höldum áfram fyrir mig næsta. Af hverju vildi Kamembert osturinn ekki vera vinur Gotta? Gotta? Shit. Osturinn Gotti? Af hverju vildi Kamembert ekki vera vinur, besti vinur Gotta? Af hverju? Bara spurningi fyrst með hundin. Shit, hann er að skrúa sig vel upp. Ég elski þetta. Af hverju vildi Kamembert ekki vera vinur Gotta? Alltaf sé ekki. Þetta er eitthvað ostamestara sem eru í ykkur stríði sko. Þetta er eitthvað ostagrín. Þetta er málega, gott ostagrín er drullu gott grín sko. Heldur að pappin sé að fara í fatsheim af því að gott er 30% fita? Ég væri til í gott fatsheim. Sko, þá getur ég þurft að fara að heyra hans í honum. Maður sjá hvað gerist. Af hverju vildi Kamembert osturinn ekki vera vinur Gotta? Það var alltaf mikill þroskamunur á þeim. Já, Kamembert er svona mikla á gamalt. Já, slökk og fatsheiminu áður en pönsið kemur sko. Það er gaman að döða að fara á fatsheim. En hvernig fannst þið þessi brandari, Steindi? Mér finnst það ekki alveg best að þú veist að dæma. Þetta er pappiðin. Ekki nógu sterkur. Ekki nógu sterkur. Hvað gefur þú 0-10? Ég gef þessum. Ég gef honum bara heiðarlega þrist. Þrist? Já, þetta var ekki brandari. Hann var ekki nógu góður. En hann er búin að eiga nokkur góða. Hvað er margir eftir? Innkoman hans í þáttin er góð. Já, þetta er gott. Hann er búin að vera með góðan lið í dag. Geggjaðan lið. Ég ætla bara að sjá hvað gerist þetta í lokin. Yfirleitt er þetta náttúrulega alltaf best í lokin sko. Hvað kalla maður risaeðlu sem er influencer? Risaeðla sem er influencer. Influencer grín. Já, þetta er current hjá honum. Risaeðlu sem er influencer. Sko, herðu, það er mjög fyndið. Teddy þekkir allar risaeðlur. Ég veit ekki hvernig. Hann getur nefnt allar risaeðlur. YouTube. Já, ég er oftast með hann og þannig að horfa á YouTube. Það er til Jurassic Park teiknimyndir. Voru að, kynna hann fyrir það. Hvað er pönslænið hana? Þetta er eitthvað. Hvað var þetta spurningin? Risaeðla sem er influencer. Já, spilum þetta. Hvað kalla maður Grameðla sem er influencer? Instagram. Grameðla. Ég heitur hún. Þetta er vel gert. Blöð las þetta vel. Rétt. Sko það kom að voðalega var þetta eitthvað
Egil, þetta var eitt besti brandarinn að syngja til. Þessi var geðveikur sko. Já, þetta var svona eins og svona sæ og veist bara, þetta var ekki gott. Hvað er að gerast? Ég hef heldur gaman að þess. Hvað er að gerast þér allir? Herru, ok, síðasti. Hvað hét kynþokkafylsti andastekkurinn? Kynþokkafylsti andastekkurinn? Hvað hét hann? Ok, hann hét vantarlega sko andastekkur. Þetta hvað hét hann? Kynþokkafylsti. Hét hann Donald? Nei, það er stundum eins og þú gleymir því að við erum ekki í Gettu betur. Við erum í brandarahotni. Þú segir bara eitthvað. Þetta er eitthvað önd og sexy gæi. Þetta er, þú veist, ég veit ekki. Fáum þetta bara. Þetta er ekkert eðlilega erfitt. Já, fáum þetta. Brad Pitt. Brad Pitt. Sko, Brad Pitt. Ok, þetta var sterkasti brandar. Þetta er eitthvað besti brandar sem ég hafi minni heilt. Hann endaði á neglu. Brad Pitt. Hvað heitir myndalegasti andarstekkurinn? Þetta er Brad Pitt. Ok, þetta var Sýnjóri var að selja páskúlku. Já, hann mun aldrei toppa þetta sessjón. Þetta var alvöru með alvöru veislu. Við ætlum að fara að hrinda hérna líka fólki og eitthvað fyrst. Mjög gott. En svo færa hans yfir í Brad Pitt hérna í lokinu. Síðastu var mjög góður. Á geggjaður. Við skuldum auglýsingar, svo erum við að fara í spurningkeppni Gilsarans og þekkið ekki, drengir. Og fleiri liði en auglýsingar fyrst. FM 957. Allir til í allir og hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. FM. Já, klukkan orðin 10 mínútur yfir 5. Fyrir ykkur sem voru að spá í hvað klukkan væri. Og það er komin tími á spurningakeppni Gilsarans og við erum að tala um, þetta er síðast það sem páska. Það sem var gaman púp við að taka fólk inn. Þá getur sagt FM. Þú tekur sleðin upp og segir FM. Í 14 ár höfum við verið voða lítið í því að taka inn. Þá farið partygrínarna sem reka við og skell á og það er geggjað fokking út. Og partygrínarna taka trúða inn. Að taka við símtölum, það hefur einhvern veginn aldrei verið í FM 95 blöð. Jó, við gerðum það einhvern tíma. Þá tóku stundum trúð inn. Jú, líka fyrir vorum í flottulega-keppnina. Já, skaftarliðin, þá tóku oft Takt einn inn núna maður. Er ekki ykkur að hringja það? Það er ekki að hringja. Og ég vil taka ég reki við í... Nei, það er gott kameri. Er rópið eða eitthvað? Gætir að reynda núna. Það öskar blöb og sér skellir hann á. Það er geðveikt sko. Ég er ekki að lífa núna. Það byrjuðu allar línur að ringja. Það eru 7 línur. Nei. Förum í spurningkeppni Þekki allir númerið bara. Tökum einn sem rekum við og svo fyrir við á. En sko Þekki allir númerið. Ég kann ekki eins og 511 0957. En ég kann ekki, maður sjá. FM. Já, þetta er gott út af. Þetta er nákvæmlega sem ég vildi. Þessi var í gír og heima að mökka sig og hlusta á þáttir. Ég vil það. Hvað er með spurningkeppnina? Ok. King of Easter. Ef einhver þar sigur í dag þá er þetta Detective Stonefucker. Einu sinni unnið. Og það allir skammar í þessari keppni. Ég hef helviti gaman að þegar bylgjumenn taka fólk inn sem svona, hvað brennur á þér í dag? Og fólk ringir og að skammast út í eitthvað. Ég var í Sundi í gær. Allir reyðar. Þessi sundluðin er alveg. Ég var að taka töðklukkutíma. Hringir inn og bara töðar yfir einhver. Það var bara drepfindi að vera með orðiðalaus. Nú getur hringt og töðað. Og hvað viltu töð? Ég ætla að sé ekki til verða út af Varstu að gæi lastaði stöð 2? Það er besta símtala. Það var að segja að tróða traktornum upp í raskat á sér. Það var eitt besta sem ég heilt. Kendi bara stöð 2. Ég fæ ekki leið á þeim helvítis. Það ringdi einhver trúður í mig úr þessu númeri og var að segja mér að tróða traktor upp í raskat. Það er líka svo fyndið þegar Kristoffer Helga þegar þeir fatta hvað var í gangi. Ok, herru, þetta verður FLÍ fyrir blöð. Það er ángriðs að finna þessu æfin hér. Ég fæ ekki leið á þessu. Það er hverjum þætti. Hann ringdi í bylgjuna. Það er King of Easter. Það 3-1 og blöð. Hann er einu svolítið kongurinn í þessari keppni. Steindi, stíguðu upp. Hann er páskakall. You motherfucker, ok. Ætlar að nýta þessa frábæru páska í að gambla og hella í þig? Nei, ég held ekki. Nei, það verður lítið gamb. Það umölu páskaði þig að fara í. Eina sér til að gera páskana. Ég er að fara í nefnilega svolítið sko. Ég er að fara í lítið af bjór, lítið af öllu þessu sem þú segja. Hvað ætlar að gera eiginlega? Ég er bara að fara að vera að taka slökun, alvöru slökun. Hvar? Hvað minnur? Bara heima með rótum allt. Og Kanari? Já, Kanari, heima. Hvað ætlar að edru þar? Ætlar að ljúga það á þjóðinni? Nei, edru þar. Það er að eina sekundu sko. Ég held ég verði ekki. Þetta hundarmannsmenn þegar upp kasínu þar sko. Ég held ég verði ekki fullur í eina sekundu þar.
En ég fæ mér alveg bjór Ég er bara að fara með fjölskyldunni sko Það kemur ekki óvart að þú búið að tapa þessar keppni ára 3 ár Það var mjög skrítið að ég var í mölvaður einn með fjölskyldunni Taktu bara hana punkt og kickstörtum þessari veislu Já, veist, ég er hreinskilin með hlustendur Ég mun fá mér en ég er ekki að fara að gamla alla páskana 1-0 fyrir blöð En byrju, hreinskilin, akkur var ég ekki hreinskilin? Hvað heldur þú að setja á kameri bara í vatni? Þú mútt vera mígandi og skýtandi í þig hérna á kasinu og á kanari og mútt að ráum þessa eyju Auðun Blöndal, hvernig var að hlusta eins og svörin? Ég sagði, ég fæ mér pott bjór, auðvitað En ég verð ekki fullur Ég held að vera alveg eftir að finna vel áður hérna úti sko. Ég sagði ekki fullur Ég sagði allar að gamla allar að nýta þessa frábæra páska gamla og hell í því Ég sagði aldrei, hvað stendur fullur hann? Aldrei talað um ára fullur Hella í sig? Já, it's an expression Hörum bara í næstu spurning Ég er bara að reyna að vera heðalega Nú er það að gefa þér punkt Veistu hvað, hvernig ég gefa þér punkt? Ég elska át á lífinu Takk Allra að stára jullur páskan Ég finn bara, ég er ekki alveg í gýr fyrir þetta Ég skammast mín stundum fyrir að hlæja á þessum spurningum Það er bara eitthvað að finna við páskan Og taktu bara hana punkt núna, hann er hlaupandi til þín Pekka hann bara upp Hann er hlaupandi til þín þessi punktur Pekka hann bara upp Ætlar að gera það? Það er ekki eitthvað plan hjá mér allavega Ef ég svara undan Má ég vera með í spurningunni? Þú ert ekki, ég er ekki jölukall og stóð Nei, kannski ekki Það er ekki á planinu Það er ekki að heyrða hennar punkt heldur Ég er búin að gefa þér 2, búin að ignora það báða Ok, þannig að má ég spyrja þig Hélst þú að þegar nú er Steindi að fara með fjölskyldu sinni páskana Hélst hann bara mígandi fullur að gamla og starrand og jullur allar ferðin Kanski ekki, hann svona það er á bakkanum hann er á ströndinu og hann er á bakkanum Já, þá ertu að horfa og þú ert að fylgjast með krökkunum þínum Þú er frekar átt að horfa mig að því ég er ballaus en ekki það að ég sé að fara að starra okkur í jullur Liði brjála át í Trumpin á Íslandi Ég er að lesa þetta fréttunum minna Ákveð lesa fréttir nú, spurningu Ég lægi með þig Hvað er það verið svo eigill bara í tölvunni? Hann fór að skrolla með neti Ég nefndi ekki að hlusta á þetta lengur Hvað er þriðja spurningin? Varstu múið að svara? Já, held það, já Hvað, já eða nei? Ég man ekki eins og hvað ég svari Þú voru ræður Þú voru að svara já eða nei? Nei, það er nei Það er alltaf nei bara Þú getur eiginlega sagt nei alltaf Ertu það mikill páskakall að smíða þér Jay-Z lag? Já Við erum sko Páskamann og blað Við höfum mjög gaman af páskunum Við blöðum Við erum páskamenn sko Það er þannig Ef þú myndir fara allsber í súkkulaðibað væri það svo gangandi páskaegg með penis Já, sko Þetta er náttúrulega því að sköllóttur Ég veit það Hann líkar En málega er að þú fer í súkkulaði bað þá fer hári niður og að virka allir sköllóttur Hann er hlægjandi einn Þetta er svo óþægilegt stundum Ég sá fyrir páskaegg en bara með titling en fikk ég penin páskaegg með penis Ég veit ekki hversu margir sko Ég veit að það er alltaf einhverju kringum ykkur sem hafa gaman að þessu sko en ég veit ekki svona með almennt sko Þessi er uppáhaldspurningi mín dag Já, ég veit ekki Þú ert að fara að valda yfir þessa keppni Ég sé þú ert að valda yfir þetta Ég held samt nei, ég sé ekki eins og páskaegg Þó ég var allir út í súkkulaði sko Við settum eins og súkkulaði Ég reynda var eins og, ok, ég skal taka frá mig Ég skal taka stig Steindi, þú hafði aðeins að fara að hísu upp við þig Já, fekk ég ekki stiga Þú var að segja já eða þú var að punkt Þú var að segja já Þú hefði þykkt hár, ekki svo páskaði Jó, ég held að hári færi niður Ég er nú aftur að gefa þér dauðafæri Heldur þú að bendur okkur að titlingu á páskaði? Nei, ég held ekki Það er ekki að taka þennan punkt heldur Þetta er bara þennan aðstæðan sko Ég heldur Stindir hann svo þreytur Það nennir ekki að vera í þessu lið Finnur fólk sem er að hlusta hvað nennir lef lítið Ég sé það á þau Nú þurfti að vera kamera hérna Ég er náttúrulega bara Ég er ekki að vera benda hún hérna Ég er búin að svara svo bara svo oft Þú ert bestur í þessu Ég veit ekki hversu oft Það er engin betri Veit ekki hversu oft ég eigi að svara sko. Það væri sætt, ef þú tekur þetta og 3-2 þá er það spennandi sko Já, ég tek það Er það ekki? Jú Hvað ætlar að vera kanari að benda og tipp? 3-2, ég menn hann er á bakkanum Ég er bara að taka þetta fyrir hann Já, okkur eftir hann að gera það á bakkanum Nei, ég stendur hann Það er líka fólk í stöðbuxum og svo er alltaf eitthvað störstur en það ekki Ég sagði sem hóteli eða ekki Þú var ráð eða ekki Ekki hugmynd sko Ok, að 3-2 fyrir blöð Fekkar stig Já, fekk stig Heldur þetta að vera pegg páskar hjá þér? Nei, alls ekki Það verður lítið Nei, Þór Hvað viltu fá það, já eða nei?
Herðu, ég nenni þess ekki. Þú voru að segja bara nei eða já. Þú voru bara að segja hvað þú ert að fara að gera. Ég menna menn get ekki fara að svindla stigum. Hann bara að byggja það vill bara ég svari fyrir. Já, það gengur ekki. Þetta er drull og vinsa allt í dag, ég veit það sko. Þú voru bara að segja já eða nei. Ég myndi að halda nei. Mér finnst það ólíklegt. Já, bara svara. Hvað er að gerast þetta? Ok, það 3-2. Þetta er fyrir spennandi með eitthvað Stóni hefur verið slagur í dag sko. Heldur að fái páska 2. Blöðarinn finnst þetta eftir að dreif fyndi. Þetta er hot 2 grín. Ég er að hlæða mér og hvað þú nefnist ekki. Ég hef aldrei séð þér nenna inn í keppni af lítið. Ég veit ekki, nei, það er ólíkt. Það bara heldur það, nota punktur. Og verði ekkert að veruleika í rauninni. Ég held ekki. Ég held ekki. Ég held ekki. Heldur ekki? Held ekki. Ok. Og ef þú heldur það, þá geðið punkt, sko. Það segja bara, þá farið punkt, þá 3-3 fyrir lokaspurninguna. Það bara alveg veistla fyrir hlustendur, sko. Blöðin alltaf líklega í þessu, sko. Ef þú heldur það smá og geðið punkt. Nei, þú verður að halda áfram okay. Hefur Gerla sagt við þig orður ég Jesus, hvað er að gera þérna? Hvaða djöfusins páska geðsíki sænaði minn hérna? Damn the devil to the tits. Damn it. Ég veit ekki hvort ég er að koma að fara hérna. Hver er spurningin? Þetta er bara Hvað er spurningin? Þetta er bara Þú sagðir ekki spurningu. Kantina leik, Steinþór. Já, það var ekki spurning. Þú getur jafnað þetta og stígur upp í eitt skipti í þessari keppni. Ef það hefði komið spurning. Hver er spurningin? Þetta er það sem ég á að lesa. Þetta er ekki að lesa. Þú glemdir að skrifa spurningu. Nei, þetta er það sem hlustaður ekki. Nei, jú, ég hlusta á. Það er ekki spurning. Þú sagði bara fullt að setja og svo kom ekki spurning. Teknikli er spurningana. Hvað er spurning? Hvað svarið þið? Lest þetta einu sinni aftur. Maður heyrir þetta einu sinni. Allt aftur? Já, einu sinni bara hratt. Hratt, þetta er 3 setningar. Ok, endirinn. Jesus. Það er að gera þetta. Það djöfisir páska geðsíki var ég sænaði ég með hann inn. Mitt. Damn the devil to the goddamn hell and to the tits. Ég veit hvað ég hef komað að fara. Jesus, þetta er það setningin. Svaraðu. Það er ekki spurning. Ég ekki lest aftur. Já, spurningin er hvort einhver hafa sagt þetta við þig. Nei, það kom ekki einu sinni. Jú, hann sagði, hefur einhver sagt við þig? Steindi, ef að Gerla hafa sagt þetta við þig, þá farið punkt. Þetta er allir sem flókið, sko. Það er spurning alltaf. Ég held að væri ekki spurning alltaf. Nei, ég hef ekki fengið þetta svona, akkurat svona, sko. Við hefum fengið það eins og þessi. Sko, blöð. Þú ert búin að pakka sér keppni saman. Það er 4-1 í King of Easter. Hann er páskakallinn. Það sást svolítið snemma hver myndi taka þessa keppni. Já, sko, Stóni líka var svona Var erður í dag? Já, hann datt og gýra reyður og græður og Ekki reyður þetta, ég bara mér finnst svo erfitt að fá sömu spurningar bara viku eftir viku. Ég veit ekki hvað vill fá frá mér. Það kom hins vegar út alveg lag á minnati. Það er góður vinnu þáttarins MJ Gauti og Króli með honum og drengir. Þetta er banger. Það er 10.000 og við ætlum að fá þessa snildina. Tónlistarstöðin FM 957. Það eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur F95 blöð. Pepsi Max Lemon drengir. Það er að heitast það núna frá Maxinu. Fólk er að kafi í þessu. Já, og við erum big fans Keiluhöllin. Það er náttúrulega allt að gerast þar helgina. Þarna getur þú farið í karaoke, þú getur farið í Keilu, þú getur hort á leikina. Og í apríl það vantar allavega ekki íþrótt á dagskrá. Nei. Í apríl og enski boltinn reyndar Efur hinskilnir, ég fíla að hann er að koma heim. Það var alvöru tilkynning hérna í gær hjá Stöðtöð Sport að Hjöppi verður með Doksson geðveikt á laugardögum þegar enski boltinn er Gummi Ben og Hjammi okkar besti menn verður með þátt sem heitir Big Ben. Það lítur vel út. Og læmöttu líka bara sérfræðingum. Messuna, Arnagur Láksson var að menn, hann verður einn af sérfræðingum hérna líka, landsliðsþjálfari. Síminn er búin að gera þetta drullu vel en með fulli virðingu fyrir þeim meisturum þá er þetta að fara, they're coming home nú. Það er bara svolítið þannig. Hann er að koma heim enski boltinn, en sko, talandi Núkasúl aðan Steindi, hérna Bergur Eppi Núkasúl aðandi. Ég veit að þú veist þetta ekki en ég veit þetta að nú ok. Með morðið? Hæ? Nei, hvað var það? Hverja eiga Núkasúl á sunnudaginn?
Þeir eiga nei, ég veit ekki hver er að sundaginn, en það var eitthvað svaka. En þeir eiga Manchester United á sundaginn á heimaðalli og þeir eru þvíleikir bara til meistaradeildarsæti, þannig okkar lið er að mætast. Já, það er sko alltaf þegar Erum við ekki bara underdogs aðra? Þetta er heimaðalli Newcastle, þeir eru hvað í 4. eða 5. sæti, við erum í 14. sæti. Ef allt var eðlilegt þá væri satt United ekki underdog á móti motherfucking Newcastle. Fulli verðingu verið þínum mönnum. Við bara getum ekki Veist, ég elska þig út af lífinu. Það er bara sko. En drengir, ég er að fara að setja Jú, það er 5-10 Hérna mér að skoða, ég var að fletta upp Epic hérna, hörðu, 5-10 á United á móti Newcastle. Ok, ég er að fara að betta farm hana. Já, sko, Newcastle er að fara að pakka United saman að það sko því miður sko. Ég veist að ég held það byrja það er bara þannig sko það er gjóðsinn ég sammálaður en byggamistara, þú veist, alltaf gerast En heyrðu hvað er komið á fónindringir okkar besta fólk, GTRN sem er að fara að halda tónleika með Bríetti í hörpunni, tjekkið á því en það er hins vegar komið á dagskrárlið sem heitir Þekkið ekki og ég spyr hvor ykkar ætlar á prentarann fyrst. Hvernig leggst þetta í því Steinþór? Sko, ég bara ætla að lifa þér að kalla þetta. Já, er þetta drull? Já. Ég get bara alveg farið á prentarann sko. Viltu starta á prentarannu við það? Farðu á prentarann fyrst? Það ekki bara. Já, við Steindið þurfum smá trún og eftir þessa spurningakeppni þurfum aðeins að ná okkur niður. Þið veit ég hlustu ekki, ég geti baktala mig. Það er enginn að fara að baktala. Já, þessi spurningakeppni var bara flott. Það er ekkert sem það að ræða þar. Hún var frábær keppni svo alltaf. Skemmtilega nýja spurningar þar, það voru frábæra hér. Það er að góða við Egil, hann uppdeitar þetta svo helviti vel. Já. Það er svona, sko síðustu 2 spurningar, það voru ekki bara lákal eins og síðustu 2 í, hvað var það, King of, hvað var ástu síðast? Mér finnst líklegt að ég svona hægt að spila með honum núna aðeins. Það er bara svona, maður er búin að reyna svona hjálpa þessum liðans aðeins sko, því að þetta er náttúrulega alveg eins alltaf sko. Já. Núna kannski svona, þessi aftur ef að fá nýja kannski. Ég hafði gaman að því ég var að horfa á þig. Þá kannski fáum við nýja spurningar. Já, það mætti alveg vera að koma inn einu og einu. Svona ef við hættum að taka þátt í þessum gömlu og fáum við nýjar. Já. Það er ekki rosalega krafa að beða mannum að semja nýjar spurningar sko. Það hlýtur að fara þetta inn hjá honum. En ég er hins vegar með 4 nýjar spurningar í Þekkið ekki. Já, það eru glænýjar. Ég er gaman að því. Ertu tilbúin? Já. Fyrsta spurning. Hverju viltu hætta? Hverju vil ég hætta? Já. Ég vil eiginlega bara helst hætta að vera svona sko. Ég vil hætta að taka þátt í þessari spurningkeppni hjá Agli. Ætlar að hafa það sem svari? Já. Það er það sem ég myndi vilja hætta. En þá voru að fara að missa lið. Viltu hætta með spurningkeppni? Ég myndi segja að ég hafi fulla trú á því að Egil getur bara komið nýja lið. Hefur ekki árað hann? Þetta verður skellu fyrir hann, hann heyr. Og mætir hann bara mitt feska lið og... Já, þá er það næsta. Það er búningaþema í betanum. Já. Og þú verður að vera ofurhetja. Hvaða ofurhetju? Það gerum. Wow. Ég hugsi tæki núna er bara ef við hreinskilnir. Er þetta ekki eiginlega allt svona... Það er eiginlega sama hverju maður svarar. Þetta verður aldrei töff. Nei, þetta er alltaf viðbjóður. Já. Þetta er hræðilegt. Svona óþægilegt, eiginlega sama hvað svarið er sko. Já. Ég hugsi þetta er Batman. Ég elska það. Af því að, sko, Batman er eiginlega eina mínum, sko, er uppáhalds ofurhetja mín, sko, núna. Þannig, sko, í augnablikinu, sko. En ímynda er núna bara. Já. Bara speikla mig yfir á mig. Af því þetta er ekki eitthvað bara, þetta sért þú. Það er miklu verra að vera Spiderman eða Hulk eða einhver. En þetta er skásta valið, sko. Ég ætla að setja þetta á mig núna, svo haldur ekki ég sé eitthvað pick on you. Getur ímyndaðir ef að Rakel væri bara komin upp í. Já. Það er stemming í gangi. En hvort er þetta Toys R Us búningur eða er þetta búningur svona alvöru brynja og... Hvort er skárra? Alvöru. Það ertu bara með massa brynju og með eitthvað svona drass sem getur og heldur að myndi geta gert eitthvað? Búningurinn fyrir frúna mína? Nei, það myndi ekki gera neitt. Hún myndi bara skelli hlæja. Það er akkurat sem ég er að hugsa. En sko ég myndi satt velja þessa, þú veist, og Batman er og pælir í Batman, þú veist, þetta er einhver ríku gæi sem fer út á nóttin og lemur smákrimma. Bara gæja sem er ræna geislandi, sko. En sagður Batman að því að finnst það flottasti búningurinn? Nei, ég sagði Batman að því að mér finnst það svona, þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er ekki einhver gæi sem er að hoppa út allt með einhverja vefi, skilur. Þetta er bara svona gauð sem fer í brynju og fer og lemur einhverja smákrimma.
Ég er bara gaman að því Batman. En ég meina, ég veit ekki hvað ég ætti að velja Hvað á ég að velja? Að ég velja, þú veist, hvað þú veist, Iron Man, skilur Svipasvar. Þú veist, það er svipa Batman er Batman gott, er bara flott svar. það er bara flott, sko Hvað heldur þú getur drukkið marga bjóra án þess að sjá á þér? Þannig að Þá er ég að tala sko geti gert bíl eða Nei, aldrei, þú keirir ekki bíl eftir einn Þú veit ekki En ég er að tala bara að þú kemur heim eftir jammið Já Hvað heldur þú getur drukkið marga bjóra án þess að þannig þú getur labbað inn, segur hún heim og þú ert bara hæ, hvernig gekk með krakkana og hún myndi ekki sjá á þér, fattur Ég myndi alltaf bara mætin og segja bara, heyrðu, sorry maður, ég er alveg hauslu sinna, sko Já, en það er ekki spurningi Já Ég er ekki að tala um að setja leina neinu Ég er að tala lappin í banka og tala við Eða betra að tala um eitthvað ókunna Það er miklu, þá þarf það stundum að Já, þú veist, segjum að við varum að Þú ert að bara hitta eitthvað, þú ert að bara fund Þú ert að mölvaði með Junior í bæ Svo hittir allt í einu eitthvað frambærilegan mann sem átt fund með í næstu viku þá er einur svolítið svona nei, sannlega, við erum bara í það 2-3 bjóra með breytir talanda og breytir hegðun það er svona meira þannig bara hvað sem þú ert að tala um ég geti allavega eftir svona 6-7 bjóra hvort þess var 6 eða 7 sko það er ógeðslega ofta sem að ég er bara algjörlega farin og menn eru bara hvað ertu ekki að fá þér ég næ greinilega alveg að funkar ágætlega ég næ að lappa Ég sé þið ekki oft svona rallandi sko Nei, en samt er ég rallaður Já Þannig að þetta er svolítið ósengjart You can handle your liquor Já, ég ætla að segja þetta sé 10 bjór 10? Já, ég get aldrei drukkið 10 bjóra og átt bara basic samræði við mannsku sko Ég er helviti mikið í kringu þig 10 bjórar? Já, þetta er eiginlega líi sko. Er það? Já Ég meina, hvað ert þú búin marga bjóra núna? Svo 5? Nei, 4 Já, það eru 4 í viðbót og 2 aðrir 6 í viðbót og þá var ég ekki feskur, sko Nei, við erum svolítið En ég er að tala um að setja bara eðlilegur Já Vist ég geti núna alveg verið eðlilegur Já, 7 bjórar, það er bara flott Betra svar Já. Þá er það síðasta hversu graður þetta akkurat núna Þessu er komin á áður Já Nú fer ég að láta við þig eins og ég lítið hann Ég nefnir ekki að taka þátt í þessu Hvernig er þetta akkurat núna? Ég er tvistur Tvistur? Herru, það er hæsta sem við verið? Já, ég ákvað að breyta hans til Vel gerst, hann er aldrei eftir að giska það Skiptu við hann og Egil kemur hérna inn Fáum Gilsen hérna, hækkum aðeins Hann situr hérna við prentina núna Hann hefur leiðin á skímó Það er oft hættulegt þegar það er verið að fara að sækja alla hérna í þáttinn Þá eru konið 2-3 lætarar, gulllæti menn Herðu Tilbúinn 2-3 læti í stóni það? Já, það hefur verið að sækja hann líka Ég er bara skímó Já, það er bara mjög töff fjör Erstu tilbúinn? Já Fyrsta spurning Hverju viltu hætta? Hverju vil ég hætta? Já. Bara í lífinu? Já Eitthvað sem ég er að gera sem er töðunar á mér sem ég langar að hætta Ok Já Nú þegar það hugsa upp á þetta náður ég hendi loka svar ég myndi segja langar að hætta sko ég dregnu gluggatjöldin heima bara svona 1930 sem er svolítið snemmt kannski draga niður ég var gaggrinni heima á það Já draga allt niður 1930 sko Já þó sett ekki að fara að sofa Já ég myndi segja veist, ég get verið þverhaus hætta því hætta að drekka áfengi eftir 10 á kvöldin Ok byrja fyrr, hætta fyrr og ég er líka að hætta að vera í símanu við matarborðið, það er ávanni hjá mér ég er oft í símanu við matarborðið, ég er að hætta því en ég þarf að veltaði mér hvað að þessu værið þú vinu hvað líst þér á þennan blöð? Hætti símanu við matarborðið Ok, let's go, Já það fyrst Setjum það hérna Það er ekki fræðilegur en giska á það sko ekki, þannig ég er örugur að ég er að fara að vinna í dag, ég finn það Ég get ekki að lofa að þú giskar ekki á hann sko Hérna, þá er það næsta Það er búningaþema í betanum þú verður að vera ykkur ofurhetja hvaða ofurhetja verður fyrir valinu? Wow Sko, ég er ekkert eðlilega líkur Thor Ég er að fatta nú, já Mástu þegar ég hérstu búningapartí einu sinni Gleymið enginn að þetta var hálf óþægilegt Það var bara svo Chris Hemsworth þegar mætti partíð Mástu eftir hamrinu sem fegst Já Út af því Það var eins og eldspýtustofn Þessi hamar bæði við, það var mjög gott Það var þungt í honum Það var mjög þungur, það var mjög lítill En þegar ég kaupa hann í internet
þá virkaði hann hefði stór sko. Og það var bara mynd af hamar Líka þú fær bara þyngd á honum Hann hefur verið svona góð 10 kíló Það var dýr sko En ég vilja fá samt Hann piggur líðið Ég vilja fá præðilega stærð á hann sko. En ég var eiginlega bara að pakka svolítið saman þar sko Rást að þú kaupir ekki á netinu sko Vestleiki á netinu Það var semi-skemmt hann sko Og góð gæði í honum, en hann var tiny Þannig að ég, sko, auðvitað gæti ég verið Hulk Ég geti verið Wolverine, Captain America Þetta allt svona sem ég gæti verið veist, En ég svona velta fyrir mér sko Ég væri geggjaður Captain America Ég ekkert ólíkur Hulk Thor Það var það næsta Ég held að giska á það Hann að fara að segja Thor sko. Ægilega pottit að því þú hefur verið hann í partí og var nákvæmlega eins og hann þá var það næsta, þú varst ekki nákvæmlega eins og hann mjög líka honum, allir sögðu við mig í partíinu sko. Hvað heldur þú getið drukkið marga bjóra án þess að sjá á þér þá við rættum þetta aðeins við Steindán þetta svona basically þú vorst að fara á fund mikilvægan fund eða þú vorst að koma reyndar að því að það fóru að tala að konan þekki ekki að hitta sérst Ég er ekki að sitja með ykkur og þið sjáuð á mér. Þetta er bara svona random manneska ég þekki ekki neitt sjáu bara það er bara fásunar þessi. Já, hvað heldur þú getið ekki marga bjóra án þess að svona random manneska sem er búin að kalla það fund, mikilvægan fund, fatti bara hvað er hann búin að fá sér bjór? Sko, Good Light, ekki dövel belgiska ógið, þau eru farið í það. Ég er ekki að tala um að fá sér elefanti eða eitthvað, bara... Ég er bara að tala um, sko, ef þetta er Good Light og þetta er 4,1%, ég held, sko, og 330 millilitrar, ekki hálfur. Ég held þetta sé eitthvað stað 4-5 eitthvað stað þar á þess að þú fattir En segjum þetta sé halvur Já, þá Við erum að miða við það Já, þá kannski Þú ert á einhverjum stað Þá erum kannski að tala 3-4 sko. Hvort einhverju 3-4? Ég held ég sé hann í 4 4? Já Ok Þá er það síðasta spurning hversu graður ertu akkurat núna? Akkurat núna? Já Ég er 10 í dag Pratar með ekki og Páður Steindin býstu hvað er hann farin? Hvert fór hann? Hann er frá að hæja sig Hann er ekki við brendarann Býtu, ég ætla að kalla hann Talaðu við áhrendur Hvert heldur hann? Gá, ég tala leitt bara Góðan daginn Hann var bara það bak Býtu, hörru, faldur þið Akkur er faldur þið bak við brendarann? Ég fór bara á brendarann Já, við sáum ekki, þú varst þarna bak við Við heldum að það eru farin, eitthvað annað Það er rosalega Ég er að vinna það nú Þá förum við yfir þetta reyngir Þetta var krefjandi Komið villast Já, er það? Nei, en þú veist Ég held ég skor ekki hátt Það er alveg að gíska Ef ég vinn þetta, það er bara 1 punkt Það er aldrei walkover, ekki sen sko Ég ætla að byrja á þér Egil, ég spyrir Steinda Hverju viltu hætta? Hverju svaraði hann? Sko, það eru nokkur hluti sem ég myndi halda að Steindi myndi vilja hætta Hann veit sjálfur að það hætta oföksa hlutina Ég myndi segja að það væri helvíti margt sem það þarf að hætta að vera paranoid það þarf að hætta að vera seinn það þarf að hætta að hugsa kynlíf allan sólarhringinn það þarf að hætta að skeina sér allan daginn og hætta sér þráhyggju með að vera alltaf í stellingunni sem er hlið þannig að nú er ég þar að velja winner ég myndi halda að það sem ég væri með sko seinn er auðvitað auðveldast að geðski það er einhvern veginn þú veist auðveldast og mest obvious svarið hætta að vera seinn ég held að hann vilja ekki að hætta að vera seinn hann er bara cool að mæta hans og segja hei, hvað segir þér, getur góður, ég var eitthvað svona það sem gerir alltaf ekki það ég held Þú að koma með Hvað með það? Ok, ég myndi segja bara hætta að vera paranoid Hann vil hætta í spurningakefni Gilsarans Pínu ósangað svar, ég viðurkenna erfitt að fá stig Já, sko, ég var að gefa um þetta Og þetta er særandi líka, sko Nei, ég held þú myndi lesa þetta þegar við vorum í henni fyrir 5 minútum Þetta var eiginlega Hann myndi að lesa þetta Ég er að hugsa um lífið stóru myndin eitthvað í lífinu Hvað hætti í lífinu? Já Ég spurði Egil sömu spurningar Já Hverju vil Egil hætta? Ég svaraði bara eðlilega, ekki svona asshole Ég hugsa hann myndi vilja hætta sko hverju vil hann hætta Ég held að hann hljóti að ég held að hann hljóti að vilja hætta að fara svona ógeðslega snemma upp í Hann vil hætta að vera í símanu við mataborði
Ég hefði gefið skjáfíkn eða hætta Ég var að hugsa skjáfíkn Það er að segja Ég var að hugsa Málega með svarið Þannig að það var snemma að sofa Málega bara Mér langar leikt að hætta því Nei, ég finna alveg, já Ég hefði aldrei ekki skoðað það Þetta er ekki svona eitthvað sem er með langarinn Það er eitthvað sem þú ert búin að ákveða og vilt gera Þetta er ekki eitthvað gallið þér Þú bara vilt fara fyrir að sofa Já, ódægilega með kuna upp úr 6 Ég hefði aldrei ekki skoðað það Ég myndi alltaf breyta viðskiptamódulina Fyrsta kunan 8 Já En þá þarf hann að vinna lengur Ég elska bara kl. 6 Það er engin vaknaður og það er engin umferð og allir svofandi Já, ég hefði ekki skoðað það Þá er það næsta, ég byrja á þér núna Steindi, ég spurði Egil, það er búningaþema í betanum hvaða ofurhetja myndi hann vilja vera ef að veri farið í þannig hlutverkaleik Sko ég náttúrulega hef séðan í Þór þrumuguðnum búning við að var með litla hamarinn í búningapartíinu, já það var svakalegt sko Það var náttúrulega vandrarlegast að þar var hamarinn Já, hamarinn var svo lítill maður Þetta var, þú veist Það var bara grínið í partíinu Þetta var ekki hamar Nei Djöfull að þau hafi ekki látið venjulegan hamar fylgja með búningnum er galið Þetta er búningur fyrir fullari fólk Já, og rándýr Þetta var ekki krakka búningur Þannig ég er að hugsa bara þetta Þetta var svo lítið hlamar Ég fannst erfitt að svara þessu Hann taldi upp svo margt sem að hann gæti hugsa sér Já Fyrir suma var þetta kannski svona einhver óþægileg spurning Það var alveg hellingu sem kom til greina á það honum Það var náttúrulega ekki Hún langar að prófa að vera margar hetjur Ég er með Iron Man og þrumuguðin ofalega sko Ég ætla að segja þetta sé bara þrumuguðina því hann er búin að velja hann áður Það er hárrétt, já, það er Thor Það er orðið 1-0 Hatakátt segur í Þetta var rétt stig Hvað sagði ekki bara Iron Man? Ég þurfti samt alveg að grafa tilbaka Nú þarf ég að stígu upp En hann myndi meina að hann var í nákvæmlega eins og hann Nú ætla ég bara að stígu upp Hvað er þetta að gera nú? Hvað valdi Steindi Egil? Sama spurning Nú þarf ég að sagða sko Veistu þú erum að hugsa þetta sko Því sko það var physically impossible við Steindi að vera Spiderman til dæmis Það er off Gæti það ekki Ég er alveg sammála því Það er nú eitthvað sem ég myndi ekki kannski Það er ekki first choice að velja hann Þú gætir ekki að Spiderman Þannig að það er alveg ég get ítt honum borðunum bara strax Myndi maður vilja vera Spiderman? Já, hann getur klifrað út allt að labba á veggjum Nei, þú ert bara í búning sko Já, maður er alltaf ekki alveg Þú ert ekki Spiderman sko Ég er svolítið hugst að þannig, maður sé Spiderman Nei, þetta er bara krydd upp á Sko, ertu að hugsa þetta þannig að maður breytist í ofurhetjuna? Nei, alls ekki Sko, þetta er bara búningur Auðvitað Sko, bara hvaða ofurhetjur eru líkir Steinda? Þetta er meira, hvað vildi hann vera? Já, sko, það er bara þau eru að krydda upp á það Það er tvei sem koma til greina Það er tvei gæja sem eru forríkir, eigin með mansion og eru báðir frekar graðir Það er Batman eða Iron Man Þeir eru technically ekkert með neitt superpower en þeir eru cash Já, og berja smákrema En svo er ég veltað með Iron Man aðeins mér í lúði Batman aðeins mér í spaði Þannig að þú veist, þetta er 100% annarkoð þeirra Jesus Sko, Batman aðeins mér töffari Munið þegar að labba þannig og ressan hann með Hvað dömur munið því? Rosalega datur er Christian Bale Já, ég segi Batman, hann er Batman Það er rétt! Bjóst ekki við stíða 1-1 Hann kom tilbaka Já, þetta var velgert Já Herru, það er svona, sko málið er að þetta er rétt hjá allir Batman og Iron Man eru svona Þetta er venjulegi menn sem eru farið í búning á nóttinni Men hinnir eru náttúrulega bara gæðir sem voru bitnir að geisla Konguló Ég nefnilega þegar ég var að semja þessa spurningu þá var ég að hugsa hvað maður myndi velja sjálfur Þetta er alltaf annarkvort þeirra sko. Nei, náttúrulega Egil valdi Thor já. Herru, þá er það næsta Ég ætla að byrja á þér aftur Steindi Já Ég spurði Egil, hvað heldur þú getið drukkið marga bjóra án þess að sjá á þér ef þú ert að fara á mikilvægan fund með manneski sem þú þekkir ekki neitt Sko Hvert þá svaraði hans? Sko Egil heldur ekki áfenginu alveg eins og við félagarnir Það verður að segjast Þetta er bara að það verður að særa því hverju spurningu hérna Nei Hvað meinur þau? Heyrður þau rununa sem hann tók á mig hérna á hann? Ég tek þetta á kassa Þú spurði það Ég er ekkert að særa hann Hverju viltu hætta í lífinu? Þú sagði spurningi kemdi gilsar hans sem var særandi En finnst þér samt þetta rós eða mér finnst það frekar rós Þetta er sparnaður
Já, ég segi að þú veist, það ekki gott að vera og særa mig repeatedly í dag. Nei, ég vona að það líði vel. Nei, alls ekki. Ég að segja basically að þú sem betur fyrir ekki búin að vinna þér inn. Þú ert ekki alveg með sama þól og við. Þú ert ekki búin að vinna þér inn það þól og það er jákvætt. Það er ekki neikvætt. Hvernig er það svarar? Þannig að ég ætla að segja að rétt svar væru 4 bjórar, en ég ætla að segja að hann hafi sagt 6 bjórar. Loka svar 6. Já. Hann sagði 4. Okkur sagði ekki bara þetta, hann var hreinskilinn. Anskotin. Svo er ekki stig, það svarað bara frá hjartan. Ég vissi ekki að hann var hreinskilinn sko. Já, það alveg hreinskilinn í gangi. Egill, ég spurði Steinda sem spurningu. Hvað heldur Steindi að hann gæti tekið marga? Sko, og láta eins og ekkert. Það sést aldrei á Stóni sko. Getur þambað allan daginn og hann er bara svo nýr. Nei, það er alltaf bara ekki rétt sko. Glænir. Þólið ekki. Hvað? Hver þólur það ekki? Nei, bara, þú veist, alltaf með alltaf på 10. Það er óþálandi hundur. Þú ert líka skrifandi eitthvað. Sko, þú getur gert svo margt í einu. Það er svakar, ég geti. Sko, ég held þú geti tekið 11 bjóran sem sjáast að þér. Nei, ég nefnilega, það er ekki rétt og það var ekki heldur svarið hans. Rétt svar ætti að vera allavega 10 annars sko. Nei, sko, ef við tökum til þennis, við fórum daginn, því að við ljúum ekki hlustundum. Við fórum í Brókaralönds og við drukkum bara bjór allan tíman og þú varst komin aðeins lengur en ég og það hefur verið eftir svona 6-7 bjóra. Aha. Já. Mér var 7 gott svar, svarið hans var 7. Svo fer þetta líka eftir hvernig menn eru, þú veist, svastu vel, ertu búin að borða eitthvað og allt þetta. Ég myndi segja sko, búin að borða og svastu vel á 10. 10. Hvoru við fekk stig? En þá 1-0 fyrir. Það er 1-1, þú sagði Batman og hann sagði Thor. Shit, það er síðasta. Það er síðasta. Eins gott, ég sagði ekki Iron Man. Það var 50-50 bet sko. Já, það er 1-1 hérna sko. Já, bara Iron Man er nettur nerd. Það er svona fíblast eitthvað kjallarunum að smíða. Þú ert það smá lúði. Já, sko, Iron Man myndir önni fitta mig betur sko. Þannig sé sko. Þetta er eina endurtekningin sem ég hef verið með í þekkið ekki. Hún hefur verið núna 3 eða 4 sinni í röð. Því að það er mismunandi svar hjá mönnum. Það er bara stundum með maður í öðru sig gýr. Sko ég hef alltaf verið í 0 og hann alltaf verið í 10. Þannig að núna erum við sko, við erum að leiðinni í bara. Þetta hefur verið 0-1, þetta hefur verið 9 og 8 eitthvað. Ég ætla að byrja á þér Egill. Ég spurði Steinda bara hversu miklum gýr hann var í núna sexually, hvað var svarinn? Vandamáli sem ég er dílað núna er hvað hann er virkilega gráður núna og hvað hann sagði. Ég veit að ég sé á hann hvernig hann er. Það ekki hann lengi. Ég veit alveg hvernig gýr minn maður er okkur núna. Hvernig búin það ekki hann lengi? Jesus. 20 pluss ára eða eitthvað? 20. Þá ættir hún samt alveg að vita að við þrýrin í stúdíu og í joggingalla á föstudegi er nú ekki hátt tala. Ég ætla að gefa það bara vísbyrð. Nei, þú veist, þú sér það hvernig hann gýr, veist. Ég sé alveg hvernig gýr þú ert í. Hvernig gýr finnst þér hann í núna? Hvað, þetta er for the win, það er 1-1. Nei, veist það bara heldur gráður í dag. Og það er bara svona holdingin á hann, bara frá því að labba þenn og lífa. En málega, þú getur unni keppnina. Já, ég veit, en svo, ég held þú hafa verið ekki hreinskilin. Það er það sem að stríða mér. Já, ekki, ég meina, ég reyna bara að vera mér hreinskilin. Ég held að downplaya þetta. Nei, ég held ég hef meira að gefa þessu aðeins meira sko. Hætti að. Nei, ég vil þetta gefa honum. Ég veit ekki, sko, rétt svar væri, ef það stendi var hreinskilin, 9,5, ég sé það bara. Rétt svar var, já, þetta ekki sko. Nei, komdu með svarið bara. En þú greinilega hefur ekki sagt það. Var mikið að gera það, lagðir þið hérna rétt fyrir hátið og lagðir þið. Ég lagði mig ekki. Vaknaður hérna. Nei, ég lagði mig ekki. Ég settist niður. Fund, vaknaður eitthvað hérna. Ég settist með þessu bara niður og sopnaði. Ég sett þrist á þig. Tvistur. Nei! Þú varst nála þig. Shit, þetta var tæft. Reynda, nei, býtu. Í þessari sá sem er nær vinnur. Já. Hörðu, býtu, I'm alive. Ég ætla að segja eitt. Hvað er Egill? Eins og alltaf bara, hann viðist vera bara alltaf til og ég ætla að segja hans 9. Hann er 10, það er jafnvegli. Hann er leiðin á skímóment. Hann sagðist aldrei verið jafnvegli gýr. Þetta er fyrsta 10. Hann er sko skemmtilega við þetta. Ég tapa ekki. Skemmtilega við þessum keppni er að hann hefur aldrei verið undir 9. Aldrei undir 8. Hann er 8 einu sinni. Já, það er ágæfni. Það er ágæfni. En það er fössari. En við höfum verið að fara þessi yfir höllina í dag. Það var tilkynnt að Birnir verður með okkur 31. maí. Svakalegt sæning sko.
gleymi stundum að þessi líka, hann heitir Herran Hnetusmjör og talandi flott lög. Þetta FM 957. Mínum að eitt flottasta lag sem ég heyrti í nokkur ára ásamt LXX hjá Birni. Þetta hefur rætt hér áður í FM 957 en það hins vegar komið að lokum hérna hjá okkur í dag. Ég fíla að Birni hann ætlar að máta höllina hjá okkur. Svo fer hann sjálfur í hana. Svo hann með rísagigg í september. Lána með Birni líka sko, það ekkert grín að fylla höllina. Það bara, þú veist ekki Vodafone höllina 2000 manns, það fer í höllina, það sýnir bara að hann hefur trúa sjálf sér og hann bakkar það vel upp en það geggjaður. Þannig að 20. september verður álur gigg og hann fær smá uppbytununa hjá okkur. Hann fær að testa þetta og máta þetta eins og við sögðum í trailetum í dag en Dreki, það komið að lokum bara hérna hjá okkur í dag. Það klukkan að verða 6 og það rosalegt. Við erum bara á leiðin í páskafrí að sjálfsögðu fyrir blökastið aldrei í páskafrí þannig að það þáttur á þriðjudaginn og svo að sjálfsögðu, það náttúrulega ekkert páskar næstu 2 þriðjudag. Nei, það svo sem ekki til að monta sig af að sá þáttur sé. Blökastið verður náttúrulega bara alltaf þótt að sé aðfangadagur eða hvað sem það á mæti blökastið. En það páskabingo blökastins hins vegar á sunnudaginn. Við byrjum klukkan 7 í beinni útsendingu á vísi.is og Stöð 2 Vísi og það myndi hjálpa okkur hellinga ef þið myndi fara núna inn á f95blöð.is og tryggja ykkur spjöldin þannig að verði ekki svona við höfum lengt í smá vesinni að var allir að fara inn á sama tíma á sunnudaginn. Þú getur náði spjöld núna, gert allt ready af því að sko allir áskrifendur spila frítt. Þannig að þú þarf basically að vera áskrifandi til að spila og ef þú ert áskrifandi þá farið 3 spjöld og ef þú ert ekki áskrifandi þá kostar það 1390 og þú farið 3 spjöld. Já og ef þú ert ekki áskrifandi þá bara sænar þið inn og nærði spjöld. Það kostar 1390 að taka þátt og vera áskrifandi og þú fær 3 spjöld fyrir það. Þannig að 1390 3 spjöld, þannig að familjan ætti að dekka fjölskylduna í sófanum. Þetta ódýrasta bingo á landsins, svona prísana á 3 spjöld. Vinningarnir eru yfir 1.000.000, það allt upp á 10 þar. Já, renni yfir vinningarnar drengir það. Ég held ég muni, þetta rúm frá Dorma, þetta sko ársbyrðir af gull lightbjór, þetta 100 skona gjafabrif í, vitið ákveð 100 skona gjafabrif í Sambíóin? Ákveð? Af því að menn voru farin að nýta það sem að þú sagðir, ef þú varst með kort í lúksusalinn, menn voru byrjað að taka bara 2 sýningar og geta popp og drekka Pepsi. Það verðbólga. Það breytur Herru, það rúm frá Dorma, það 100 skall hjá Sambíónum, það 100 skall hjá Play, það ég ætla að vona að segja þetta rétti. Það Everdur ég kann ekki alveg að bera þetta en það sko einu sem ég veit, þetta geðsjúk grill. Þetta sko grill andur 230.000. Ég var alltaf webbermaður en Everdur að koma með sprengju að inn. Áspyrðir á lætaði Pepsi Max, það 200 króna pakki frá S-bóa sinni. Það voru að tala öryggiskerfi, veðurstöð og alls konar nýjir ferskir og skemmtilegir vinningar, vinkælir frá Bakko og PlayStation 5 og auka hlutur og fleira. Þetta verður bara þetta bara störðlaði vinningar. Þetta yfir 1.000.000 endilega tekkið á páskabingo í blökastins á sunnudaginn. Annars bara gleðilega páska. Hafið það gott, við heyrjumst á þriðjudaginn í blökastinu. Ef ekki þar þá bara á föstudaginn eftir 2 vikur. Ég minni líka á að það næst síðasti þátturinn af alheimsdraumnum í kvöld klukkan 7 á Stöð 2 og þetta að klárast. Hver einn og einasti kúrni sem kemur til mín í stóli, þannig saman hvað fólk það er allir að tala hvað þetta skemmtilegt, þannig að það success. Það gaman að heyra, tjekkið á því, annars bara heyristu eftir 2 vikur ef ekki á sunnudaginn eða þriðjudaginn og við ætlum að enda þetta á Egill vildi meina að við erum búin að vera að tala höllina hérna í allan dag því að við vorum að tilkynna Birnir að Axmo sem eru gleyma stundum, þeir eru að fara að koma með Timmy Trumpet, þeir eru að gefa út nýtt lag. Já sko smá bara 10 sekundum með Axmo. Þeir eru svo góðir í að gera remix svona, það allir stærst DJ heima á sambandi og smíða remix, þeir eru snillingar í stúdíónu og þeir verða hjúts eftir svona 3-4 ár verða þeir, þá verður bara svona, hörðu, Axmo voru hérna bara að hita upp fyrir Timmy. Þeir eru og þeir eru geðsjúkir í svona stemningssumalögum og þetta eitt af þeim. Þetta lag heitir My Party og ég held að það sé bara fólk getur náðum á góðum tíma, rétt, bara áður eða klæmaks að hérna. Ég gruna að þeir verið The Dark Horse þarna í höllinni. Þetta lag heitir My Party, takk fyrir okkur og eins og ég sagði það, gleðilega páska. Þetta Topp tónlistarstöðin FM 957.